Hæ? Sjáðu sæl. Hvað? Þú breyta? Og horfi í nakkan á okkur. Já. Hann að vika þessu på skatti. Þú meina að maður kannski bara að horfa á YouTube-myndband og svona, sést það bara. Já, þetta er ekki bara til. Jú. Það
Gott kvöld, ég býð ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Þessi fundur er 1548, haldinn í Einarsstofu 27. júní 2019 kl. 18:00. Bæjarfulltrúi Helga Kristín Kolbeinsdóttir hefur boðað forföll og boðað hefur verið varamaður í hennar stað sem er Eyþór Harðarson. Og einnig hefur bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason boðað forföll og boðað hefur verið varamaður í hans stað sem er Sigursveinn Þórðarson. Og Sigursveinn Þórðarson situr sem fyrsta bæjarstjórnarfund á þessu kjörtímabili og býð ég hann velkominn. Ég segi fund settan. Það eru 19 mál á dagskrá. Dagskráin er þannig að fyrsta máli kjör forseta og varaforseta, annað máli kosningar á nefndir, þriðja mál er fundargerð framkvæmda og hafnaráðs nr. 233, fjórða mál er fundargerð fjölskyldu- og tómstundaráðs nr. 228, fimmta mál er fundargerð umhverfis- og skipulagsráð, það er 305, sjötta mál það er fundargerð bæjarráðs Vestmannaeyja 3100, sjöunda mál það er fundur fræðsluráð nr. 317, áttunda mál er fundargerð framkvæmda og hafnaráðs, það er fundur 234, 9 er fundargerð fjölskyldu- og tómstundaráðs sem er fundur 229, 10. mál er umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, það er fundur 306, 11. mál er fræðsluráð, það er fundur nr. 318, 12. mál er bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3101, 13. mál er framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 235, 14. mál bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3102, 15. mál er fjölskyldu- og tómstundaráð, það er fundur 230, 16. mál er umhverfis- og skipulagsráð, það er fundur 307 og svo eru almenn erindi sem er nr. 17, það er umræða samgöngumál, það er nr. 18 umræða sjávarútvegsmál og 19 er umræða Herjólf 3. Við göngum þá til dagskrá. Það er fyrsta mál, það er kjör forseta og varaforseta. Samkvæmt 7. grein samþykktar stjórn Vestmannaeyjabæjar og fundarsköp bæjarstjórnar kemur þar fram að það er kosið til 1 árs í senn. Það hefur verið stungið upp á því að undir, eða sá sem stendur hér og talar bjóði eða sé til framboðs forseta áfram. Það eru fleiri framboð í því. Ef ekki þá tökum við það til atkvæða, þeir sem eru samþykkið því greiða atkvæði. Þannig að það eru 7 atkvæðir sem samþykkja það. Þá er næst komið að kjósa varaforseta. Það er uppástunga að halda því óbreyttu, þannig að það er Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, eru fleiri framboð. Svo er ekki, þá greiðum við atkvæðan það, þeir sem eru samþykkir gefa atkvæðamerki. Það er allir sem samþykkja það. Þá er þessum fyrsta lið lokið. Þá er komið að öðrum lið. Það er kosningi ráð nefndir og stjórnir. Samkvæmt 44. grein samþykktar stjórn Vestmannaeyjabæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Nú það sem er í bæjarmálasamþykktin er þá aðalega að það er kosið í bæjarráð til 1 árs í senn. Og það er þá tillaga að aðalmenn í bæjarráði verði Njáll Ragnarsson, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, Hildur Sólveig Sigurðardóttir og varamenn í bæjarráði Elís Jónsson, Íris Róbertsdóttir og Helga Kristín Kolbeinsdóttir. Þetta ætlar seint. Það er ekki nema 1 ár búið. Þetta ætlar seint að takast. Fyrst afsökun á því. Já. Bið Helgu Kristínu Kolbeins afsökunar þá hún sé fjarverandi. En þetta er sem sagt þeir aðilar sem eru í þessu, þannig ég ber þetta undir atkvæði fundarins, þeir fundarmenn sem eru samþykkir, gefið atkvæðan ekki. Það eru 7 sem samþykkja þetta. Svo eru nokkrar breytingar. Þetta byggir að sjálfsögðu á hlutfallakosningu sem að en hér er eingöngu að ræða, hér er verið að skipta út mönnum hér, fólki. Þannig að í fjölskyldu- og tómstundaráði
þá tillaga Hafdís Ásþórsdóttir komi inn sem aðalmaður í stað Harald Bergvinssonar og Daniel Geir Moritz Hjörvarsson kemur inn sem varamaður í stað Hafdísar Ásþórsdóttir. Þeir fundamenn sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það samþykkt með 7 atkvæðum. Það eru breytingar í fræðsluráði að Njáll Ragnarsson kemur inn sem varamaður í stað Natalíu Gingsúl. Þeir fundamenn sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru breytingar í umhverfis- og skipulagsráði að Drífa Þögl Arnardóttir kemur inn sem aðalmaður í stað Stefán Jónassonar. Fundamenn sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Og framkvæmd og hafnaráð, það Stefán Jónasson kemur inn sem aðalmaður í stað Guðlaugs Friðþórssonar og Lára Skæringsdóttir kemur inn sem varamaður í stað Drífu Þallar Arnardóttur. Fundamenn sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Já, Stefán Jónasson kemur inn sem aðalmaður í stað Guðlaugs Friðþórssonar og Lára Skæringsdóttir kemur inn sem varamaður í stað Drífu Þallar Arnardóttur. Fundamenn sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það samþykkt. Þá það síðasta breyting, það stjórn Náttúrustofu Suðurlands. Það Ólafur Einar Lárusson kemur inn sem aðalmaður í stað Leó Snæs Sveinssonar og Viktor Ragnarsson kemur inn sem varamaður í stað Drífu Þallar Arnardóttur. Þeir fundamenn sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það bara alveg sjálfsagt. Það stjórn Náttúrustofu Suðurlands. Það Ólafur Einar Lárusson kemur inn sem aðalmaður í stað Leó Snæs Sveinssonar og Viktor Ragnarsson kemur inn sem varamaður í stað Drífu Þallar Arnardóttur. Þannig að þeir fundamenn sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Þá það samþykkt, þannig að þá þessum lið lokið. Þá förum við í 3. lið. Þriðja liður, það fundargerð til staðfestingar, það fundargerð framkvæmd á Hafnarás, það fundur númer 233, það liður 1-5 sem liggja til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem því samþykkir gefi atkvæðamerki. Það 7 bæjarfulltrúar sem samþykkir það. Þá það 4. liður, það fundargerð fjölskyldu og tómstundurás, það fundur 228, það liður 1-5 liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það 7 bæjarfulltrúar. Þá komið að 5. lið, það fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs Vestmannaeyja, það fundur 305. Það hefur óskað eftir umræðum lið 13, en aðri liðir í fundargerðinu liggja til staðfestingar. Liður 13 Gaujulundur. Það sem var bókað í ráðinu var eftirfarandi: tekið fyrir bréf frá Jónasi Þótt Sigurbjörnssyni varðar starfsemi í Gaujulundi sumarið 2019. Niðurstaða: ráðið tekur jákvætt í erindið. Mikilvægt að huga vel á lundinum. Eins og fram kemur í innsettu bréfi frá bréfaritara þá hefur hann haft umráð með lundinum frá árinu 2008 og telur ráðið jákvætt að hann vilji halda því áfram. Vestmannaeyjabær mun útvega áburð og plöntur í samráði við óskir bréfaritara en getur ekki orðið við ósk fasta starfsmenn, en sumarstarfsmenn munu aðstoða eftir föngum í samráði við forstöðumann þjónustumiðstöðvar. Það Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, Björnsvár. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Langar svona bara aðeins að fara yfir þetta, þar sem að ráðinu barst þetta bréf frá umsjónarmanni Gaujulundar. Hann hefur séð lundin frá árinu 2008 og óskaði eftir ýmsum aðföngum og öðru því sem nauðsynlegt til að halda lundinum við. Mjög jákvætt að umsjónarmaðurinn vilji halda áfram að sjá hann og að samskipti við Vestmannaeyjabæ séu að ganga vel. Það gott að þetta máli komi í það farveg sem við höfum svo sannarlega vilja sjá það í, því að mikilvægt að hugsa vel einstök svæði eins og Gaujulund og Vestmannaeyingar geti verið áfram stoltir af.
Takk fyrir. Þakka Jónu Sigríður Guðmundsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir lið 13? Svo er ekki. Þá berum við þennan lið til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7. Þannig að það er samþykkt. Þá eru liðir 1 til 12 og 14 til 16 sem liggja til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það er jafnframt 7, þannig að það er samþykkt. Nú sjötti liður er bæjarráð Vestmannaeyja. Það fundu 3100. Það er liðir 1 til 5 sem liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Sjöundi liður er fundargerð fræðsluráð. Það er fundur nr. 317. Liðir 1 til 3 liggja fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá erum við komin í 8. lið. Það er fundargerð framkvæmd á Hafnarás Vestmannaeyja. Það fundu 234. Það verður óskað eftir umræðum lið nr. 2 en aðri liði liggja til staðfestingar. Liður 2 er mengunarvarna áætlun Vestmannaeyjahafnar. Það var bókað í ráðinu farið yfir mengunarvarnar áætlun Vestmannaeyjahafnar. Verklag og fyrirliggjandi endurnýjun meðal annars með tilliti til breyttra aðstæðna og hvaða úrræði eru til staðar þegar mengunarslys verður. Niðurstaða ljóst er að umgengni höfnina er að mörgu leyti til skammar og að ákveðin vitundarvakning þarf að eiga sér stað hjá notendum hennar. Ráðið felur framkvæmdastjóra að skoða kostnað við að koma upp eftirlitsmyndavélakerfi til að fylgjast með umgengni við höfnina. Einnig felur ráðið starfsmönnum að uppfæra mengunarvarna áætlun Vestmannaeyjahafnar með tillit til breytta aðstæðna og tíðrar mengunar undanfarið og sjá til þess að fullnægjandi búnaður sé fyrir hendi. Það er Hildur Sólveig Sigurðsson Þórðarson Gjörsvel. Forseti, ég vildi bara fá að innbrá þessu máli þar sem að þetta er búið að koma nokkru sinnum inn á borð framkvæmd á Hafnarás því að ég settist þar inn og þetta er bara til miður ekki nýtt vandamál og það er alltaf spurning hvaða leið er rétt í þessu. Það er hvort það væri rétt til dæmis áður en að farið í dýra framkvæmdir eins og að setja upp myndavélakerfi að reyna að fá notendur Hafnarinnar með okkur í lið til þess að reyna að bæta úr þessu. Tilkoma hvalana nýlega, það ætti að vera okkur öllum hvatning í því að ganga betur höfnina. Við viljum ekki fá það orð á okkur að við séum umhverfissóðar og í þessu athvarfi hvalana. Þær myndir sem að voru lagðar fyrir ráðið voru bara, sem ég segi bara eins og voru svolítið sjokkirandi sem að starfsmenn Hafnarinnar hafa tekið á undanförnu og það lýsa því vandamáli sem við erum að eiga við mjög vel. Og ég held að það er kominn tími til að við beitum okkur í þessu máli. Hvort sem það er með almennri fræðslu til notenda eða með uppsetningu myndavélakerfis. Hvort heldur sem verður, þá er ljóst það verður að gera eitthvað annað en að álykta mál. Takk. Þakka Sigurðssoni Þórðarssoni fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar að ræða þennan lið? Það er Íris Ópsdóttir sem verður. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég tek bara undir með Sigurðssoni Þórðarssoni bæjarfulltrúar sem talaði hér á undan að ástandið er ekki í lagi og ástandið núna á vordögum var til háborna skammar. Og ég sá líka þessar myndir og sendi nokkrar af þeim sjálf á framkvæmdastjóra sviðsins og þetta er bara mjög slæmt ástand. Fyrir hennar funda því það var búsk eftir umræðu og kallaði ég eftir stöðunni hjá framkvæmdastjóranum hvernig staðan er að því ráðið fólunum að byrja á þessari vinnu og hún er sannarlega byrjuð en mér finnst kannski allt í lagi að fara aðeins yfir það að það eru aðalega 3 ástæður sem að orsaka mengunarslys í Vestmannaeyjahöfn.
Það ef að fiskiskipin að lensa blóðvatni eða grút úr lestum skipana. Það óhappið að kæruleysi við olíutökuskipa og það rusl sem skilur eftir hafnarsvæðinu og fíkur þegar veðri versnar. Og það sem að mér fannst alvarlegast í þessu og veit að kom fram á fundi framkvæmda hafnaráðs að menn tilkynna ekki mengunarslys. Að því fyrr sem að hafnarstarfsmenn vita af því þegar þessi hlutir gerast, því fyrr þetta bregðast við. Og svo annar þáttur, það þarf ekki að vera bara ályktunarmál, ég algjörlega sammála enda setti ráðið það í þann farveg að þá að skila inn tillögum. Og það sem mér finnst til dæmis mikilvægt og ráðið baðum að endurskoða þessa mengunarvarnar áætlun sem bara orðin úrelt. Áætlun sem við erum með gagnvart höfninni, hún bara orðin og gömul. Það bara talsvert mikla breytingar og sem tilkomu mjaldrana að sú vinna og reyndar að hraða þeirri vinnu. Önnur vinna unnin í samvinnu við Umhverfisstofnun sem snýr að auknu eftirliti og hertu svona mengunareftirliti í höfnum og hún verður ekki tilbúin fyrir í vor. En þá að fara á stað gagnvart mjöldrónum sem að ég sammála bæjarfulltrúanum sem talaði hér áðan því að það gott tækifæri til að nota og mjög gott, en ég held að það sé óbúslega mikilvægt að við gerum eitthvað í þessu og tek bara heilshugar undir með ráðinu að þetta þarf að komast í farveg og væntanlega tekur ráðið afstöðu til þess að fara einhverja skemmri skýrn allavega áður en myndavélakerfi sett upp ef það reynist rándýrt. Ráðið óskaði eftir það kannan. Þannig ég treysti því að ráðið taki þetta mál fyrir eftir. Já, þakka Íris Róbersdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið? Eyþór, Haraldur, gjörðu svo vel. Forseti, góðu fulltrúar. Þetta tekur maður undir það að það þurfum að ganga vel höfnina og við þurfum að hvetja notendur til að ganga vel það bara áróður sem þarf að sinna og ég nú svona sennilega flokkast undir það að vera notandi svona sem starfsmaður í útgerðarfyrirtæki og mér hefur svo sem alveg fundist vanta. Ég sem notandi hef aldrei heyrt að hafnarstarfsmenn eða bæjaryfirvöld líti á höfnina sem mjög skítuga og notendur gangi hana og eru til skammar eða eru sem sagt að notkunin á höfninni og að menn tilkynna ekki mengunarslys. Ég held að það sé nú ekki alveg satt að menn gera það ekki almennt. Já, ég bara þekki bara það að þegar við lendum í einhver svo slíku þá bara tilkynnum við það beint til hafnarvarða og menn vinna saman í því að leysa það. En við erum að tala sem og eiginlega punktur sem ég kem upp með, göturnar hérna í Vestmannaeyjum myndu líta sennilega hræðilega út ef það væri ekki sóparabíll. Og sennilega þurfum við einhverja græjur við höfnina til að þrífa höfnina. Því að stundu sér maður einhverja flekki sem safnast upp, eitthvað rusl og dót og það endar inn í Friðarhöfn og þetta vita allir en ég held að þetta sé ekki út af því einhver einn gengur illa það þarf kannski bara að þrífa höfnina eins og göturnar og væntanlega þarf þá að fjárfesta í einhverjum búnaði til þess og ég myndi nú svona frekar ganga þá leið fyrst áður en menn halda rusli fer ekki höfnin hreinsast ekki með myndavél, það alveg hreint. Takk fyrir. Eyþór Haraldsson fyrir þetta, vilja fleiri bæjarfulltrúar tjá sig undir þessum lið. Jón Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég tek heilshugar undir orð Sigursveins, bæjarfulltrúar Sigursveins Þórðarsonar áðan. Mér finnst þetta flott bókun úr framkvæmdara, hún var hart að orði kveðið, að þetta væri til skammar og svo framvegis. Ég held að þetta snúist það að finna lausnir á þessu vandamáli því að höfnin eins og búin að vera í vor og í sumar eða vormánuðum að þá var þetta náttúrulega bara hryllingur og mengunin ekki eitthvað sem við getum verið stolt af, þannig að ég tek bara heilshugar undir þetta allt sem hér hefur verið sagt og hvet bara framkvæmdaráð áfram í þessu máli til dáða að þeir finni lausnir á þessu vandamáli og
og ef við þurfum að kaupa sóparabíl fyrir höfnina eða sóparabát þá væntanlega fyrir höfnina að þá það eitthvað sem við höfum að skoða því að við viljum náttúrulega að þetta sé við viljum ekki að þetta sé með þeim hætti að maður geti ekki farið inn á bryggju og tekið þar bryggjuröltið á þess að sjá hvað höfnin illa útleikin af grút og viðbjöði. Fleiri bæjarfulltrúar að ræða þannig lið? Ef svo ekki þá ætla ég að fá að leggja aðeins orð í belg og taka undir það sem að aðrir hafa komið hér upp og rætt. Sjálfur á ég nú nokkrar myndir í símanum mínum af höfninni þannig að hún hefur verið frekar suppuleg og ég held að við getum gert betur á þess að það þurfi að kosta mikið og ég fagna því sem kemur fram í ráðinu eða þurfum við að hafa þann búnað sem þarf og ég veit að það er verið að skoða það þannig að ég held að ráðið fylgir þessu fast eftir með framkvæmdastjóranum. En þá ljúkuðu þessar umræðum þennan annan lið og þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefið mér atkvæðamerki. Það 7, þannig að það er samþykkt, þá eru liðir 1 og 3 til 5 sem liggja til staðfestingar þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefið atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá erum við komin í 9. lið sem er fundargerð fjölskyldu- og tómstundaráðs. Það er fundargerð númer 229, það er liðir 1 til 3 sem liggja til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefið atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá erum við komin í 10. lið. Það er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs Vestmannaeyja. Það er fundur númer 306. Liðir 1 til 10 sem liggja til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefið atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar. Þá erum við komin í lið númer 11. Það er fundargerð fræðsluráð. Fundur númer 318. Það er liður 1 sem hefur óskað eftir umræðum, aðrir til staðfestingar. Og þá er það þannig bókað í ráðinu. Það á nú að vera allt saman hérna. Það er hér allt samkvæmt skipulagi. Breytingar á daglegri skólabyrjun GRVAF. Kynning og umræðum breytingu á daglegri skólabyrjun GRVAF haustið 2019. En ákveðið hefur verið að skóladagurinn hefjist klukkan 8:20 í stað 8:00. Niðurstaða: fræðsluráð hefur fjallað málið. Skólastjóri fer með stjórnum skólans, veitir faglega forystu og ber ábyrgð á starfi skólans gagnvart sveitarstjórn. Skólastjóri hefur skólaráð sem samráðsvettvang skólahald. Umrætt mál hefur verið rætt innan þess vettvangs og aðilar sammála og sátt með breytt fyrirkomulag. Ráðið setur sig ekki upp á móti þessari ákvörðun en beinir því til skólastjóra að gæta vel að upplýsingaflæði til foreldra og það sé gert tímanlega við slíkar breytingar. Það er Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, þetta er mjög áhugavert mál og ég vil kannski bara byrja á að hrósa skólastjórnendum fyrir að þora að taka svona ákveðna ákvörðun í þessu máli af því að við vitum öll held ég sem hér sitjum að allar breytingar innan skólastofnana eru erfiðar. Þetta er íhaldssöm stofnun í eðli sínu og breytingar í þessu kerfi eru oft erfiðar. Og þetta er svona ákveðin að mér skilst tilraunastarfsemi til 1 árs. En ég hef bara svona nokkrar spurningar sem ég vildi kannski þá beina til bæjarstjóra í því ljósi eða fræðsluráðsmeðlimar meðlims ef hann hefur upplýsingar um það. Annars vegar í fyrsta lagi varðandi kostnað af því ég sé að það kemur ekkert fram í
allavega bókuninni varðandi hvort að þessu fylgir einhver aukinn kostnaður. Nú eru auðvitað grunnskólinn auðvitað með sinn ramma sem hann hefur að spila út og ég geri ráð fyrir því að þetta bara falli innan þess ramma. En ég vildi bara svona athuga hvort að það hefði eitthvað komið fram, hvort að þetta hefði í för með sér aukinn kostnað við starfsmannahalda, því að þó svo að vissulega verði dagskráni seinkuð að þá hafa skólayfirvöld tekið það mjög skýrt fram að skólinn verður ennþá opinn frá korter í 8 þó svo að hann hefjist ekki fyrir 20 mínútum yfir 8. Þannig að hvort að þessi aukna viðvera sem að verður þá hafi einhver auka kostnað fyrir stofnunina í för með sér. Annars vegar eins og kannski svona verið að væntanlega að í bókuninni varðandi nauðsyn þess að upplýsa foreldra og hlutaðeigandi aðila, að þá kom þetta vissulega flatt upp á marga við skólasetningu þegar að þessi ákvörðun var tilkynnt. Og þá spyrir maður sig hvort að þessi ákvörðun hefði verið nægjanlega upplýst. Ég átti persónulega samtal við foreldra barn sem var að fara með í fyrsta skipti barnið sitt inn í grunnskóla og hafði þar átt undirbúningsfund með skólastjórnendum og þar var til dæmis þetta málefni ekki nefnt. Og eins kemur þessi svona ákvörðun ekki til kynningar innan fræðsluráðs fyrir en að eftir ákvörðun hefur verið tekin. Ekki það, ég veit það að samkvæmt 28. grein grunnskólalög að þá það skólastjórnenda í samráði við skólaráð að stilla saman hvernig vikulegri kennslu sé framfylgt. En eðli málsins samkvæmt finnst manni það að ráðsmeðlimir séu upplýstur slíkar stórar breytingar sem að muni eiga sér stað í skólaumhverfinu. Að sama skapi skils mér að það hafi heldur ekki verið átt sér stað samráð við tónlistarskólan sem að náttúrulega þetta hefur áhrif á að sé dagskráni eitthvað seinkað að þá hefur það áhrif á uppsetningu skóla kennsluskrána hjá tónlistarskólanum eða daglega kennslu og þá eins hjá íþróttafélögunum væntanlega. Þannig að þetta er allavega til að byrja með fyrstu spurningarnar sem ég hef en ég vil taka sérstaklega fram að ég er á engan hátt mótfallin þessari ákvörðun, finnst hún bara spennandi og áhugaverð og jú kannski eitt að lokum hvort að eitthvað sé uppálagt með einhverjar mælanlega því nú að tala um að það eftir árið að meta það árangurinn af þessu með hvaða hætti á að meta þann árangur. Takk. Ég þakka Hildu Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Ég held ég gefa orðið bara á Írisi. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég get í rauninni bara svarað einni spurningu vegna þess að eins og Hildur Sólveig Sigurðardóttir bæjarfulltrúar kom inn á þá er þetta ákvörðun sem tekin innan skólans og snýr að faglegu starfi skólans og þú voru bara að spyrja skólastjóran hvort eða af hverju var ekki haft samráð við þessi aðila sem þú nefndir tónlistarskólan, nefndir íþróttafélögin vegna þess að eins og framkemur skýrt í bókuninni þá er þetta mál skólans. Ástæðan fyrir því það er ekkert hér neina kostnaðarlega neitt vegna þess að það er engin auka kostnaður. Það var mín fyrsta spurning og það er fyrsta spurningi sem ráðið og þar að leiðandi þurfti þetta ekki að fara strangt til tekið í gegnum ráðið en þetta bendir ráðið á það að það hefði mátt upplýsa betur þetta. En þessum spurningum hvernig þetta var kynnt og ákveð og mælanleika, þetta er allt bara skólastjórinn sem getur svarað þessu. En það er kannski eitt að nefndir það að skólinn ætti að opna klukkan korter í 8. Þar eru þeir að hnika til, hann opnaði 7:30, þannig þau búa sér til rými þar og færa til, en þú veist, það er einu sem ég get svarað, það sem við höfum fengið og það er algjörlega skýrt að þessu fylgir ekki aukinn kostnaður fyrir sveitarfélagið. Þannig skólinn er sjálfur að hnika eitthvað til þess að geta gert þetta og eðlilegt bara að bæjarfulltrúi beini bara þessum spurningum til skólastjóra sem hann hefur.
þakka Írisi Róbsdóttur fyrir þetta. Ég get bara tekið undir það sem hefur verið sagt hérna. Það er eflaust hægt að gera betur, eins og kom fram í máli Hildar Sólveigar Sigurðardóttur, og ég held að þetta sé bara eitthvað sem að skólastjóri þarf að útskýra þá, og fyrir mitt leyti sitt ég í fræðsluráði og ég satt að vísu ekki þennan fund, þannig að ég veit ekki nákvæmlega hvað fór þar fram annað en það sem ég las í fundargerðinni, en það er sjálfsagt bara að fylgja þessu eftir og sjálfsagt að kalla eftir því hvernig á að meta þetta jafnframt, og það er eflaust bara flott að pröfu þetta, en ég held að niðurstaða ráðsins sé algjörlega skýra. Það er engin kostnaðar auki sem að fylgja þessu, þannig að það verður að nýta það sem skólinn hefur, og það er sjálfsagt og eflaust er það ekki viljandi gert að hafa ekki rætt þetta við aðra aðila eins og tónlistarskóla, íþróttafélög og fleira, þannig að vantarlega bæti grunnskólinn úr því næst. En vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið? Svo er ekki, en þá ætla ég að nýta með það að vera með orðið og kannski bæta örlítið við það sem ég sagði líka, að auðvitað eru náttúrulega fleiri atriði líka. Það eru fólk sem að mæta snemma í vinnu líka, jafnvel 7 á morgnana í stór fyrirtæki, þannig að eflaust hefur þetta líka einhver áhrif þar, þannig að það er fullt af hagsmunaaðilum sem að koma að þessu máli, þannig að ég ítrykka það allavega fyrir mitt leyti hér og jafnframt mun ég gera það í ráðinu að þetta sé kynnt vel allt samræmt. En ef við höfum þetta ekki lengra þá bara tökum við þetta til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar sem samþykkja þetta. Það liður 2 liggur fyrir til staðfestinga. Þeir bæjarfulltrúar sem því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar líka, þannig að þá ljúkum við þessum 11. lið. Það er liður 12. Það funda ekki bæjarráðs Vestmannaeyja, fundu 3101. Þar er 1 liður þar. Það verður óskað eftir umræðan hann, og ég á að eiga það hér líka, það sem framfór. Hér er enginn Trausti Hjaltarsson til þess að segja mig það að hann falli frá, þannig að ég hef þennan langa lestur. Þetta er smá, þannig að þið verðið að fyrirgefa það. Bæjarráð númer 3101. Fyrsta mál, skipan stjórnar Herjólfs. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í bæjarráði óskaði eftir aukafund í bæjarráði til þess að ræða efasemdir fulltrúa flokksins lögmæti skipun stjórnar Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs (OHF). Það er annars vegar hvort bæjarstjóra hafi borið að skila inn umboði á aðalfund félagsins frá bæjarstjórn Vestmannaeyja, og hins vegar að tillögur stjórn, ráðstöfun hagnaðar og stjórnarlaun hafi ekki borist 5 dögum fyrir fund, og ekki verið borin upp sérstök tillaga að falla frá 5 daga reglunni. Niðurstaða. Jón Pétursson lögmaður kom á fund bæjarráðs og fór yfir umsögn sína lögmæti skipun stjórnar Herjólfs (OHF). Niðurstaða bæjarráðs er í samræmi við umsögn Jóhanns að bæjarstjóri hafi haft skýrt umboð fyrir hönd Vestmannaeyjaferjunnar til að mæta á aðalfund Herjólfs (OHF) og taka ákvarðanir fyrir hönd hluthafans eins og samþykkti félagsins gera ráð fyrir, án þess að leita eftir sérstöku skriflegu umboði bæjarstjórnar. Þá er það jafnframt niðurstaða bæjarráðs að hin svokallaða 5 daga regla sé ekki skilyrði hér, þar sem skylt er samkvæmt lögum og samþykktum félagsins að taka fyrir á aðalfundi umrætt mál. Allra þessara mála var getið í dagskrá og fundaboði fyrir aðalfundin, og skýrt er í hlutafélagslögum að aðalfundur geti ávallt afgreitt mál sem skylt er að taka til meðferðar samkvæmt lögum. Eini hluthafi félagsins lagði fram fyrirgreinda tillögur og samþykkti þær. Fyrir liggur samþykki hluthafans fyrir þessari tilhögun á fundunum og fyrirgreinda tillögur rétt fram bornar og samþykktar. Tilefni er til að gleðjast þar sem nýr Herjólfur er væntanlegur til Vestmannaeyja á morgun. Undirbúningur móttökuathafna gengur vel og samvinna samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, Vegagerðarinnar, Herjólfs (OHF) og Vestmannaeyjabæjar skipulagningu móttökuna verið mjög góð. Laugardagurinn 15. júní 2019 verður stór dagur fyrir Eyjamenn þegar ný ferja verður afhent heimamönnum. Er að ræða mikla samgöngubót í Landeyjahöfn fyrir Eyjamenn og landsmenn alla. Móttakan hefst klukkan 14:15 á morgun og eru bæjarbúar og aðrir gestir hvattir til að koma niður á Friðarhöfn, gera sér glaðan dag og skoða ferjuna.
Samþykkt með 2 atkvæðum fulltrúa E-lista og H-lista gegn 1 atkvæði fulltrúa D-lista. Tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að niðurstöðum. Í ljósi þess að stjórnarmenn hafa gert alvarlegar athugasemdir við framkvæmd og lögmæti aðalfundar Herjólfs ohf. Og vafir talin leika á því að skipun stjórnar félagsins sé lögmæt mikilvægt að bregðast við strax. Bæjarráð leggur til við bæjarstjóra að boða verði til hluthafafundar eins fljótt og verða má og að stjórn verði skipuð eftir umfjöllun bæjarstjórnar til að eyða þeirri óvissu sem nú ríkir skipun stjórnar. Fellt með 2 atkvæðum E- og H-lista gegn 1 atkvæði fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Bókun lögð fram af fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa leitað umsagnar lögmanna aðalfund Herjólfs ohf. Í framhaldi af því telja bæjarfulltrúar eftirfarandi ljóst. 1. Aðalfundur Herjólfs sem haldinn var 31. maí síðastliðinn var ekki í samræmi við vandaða verklag sem áskilið við framkvæmd aðalfunda. Vinnubrögð og framganga bæjarstjóra voru til þess fallin að skapa óvissu og skaða hagsmuni félagsins. 2. Samkvæmt hlutafélagalögum og samþykktum Herjólfs ohf. Ber að tilkynna skriflega tillögu þar með talin tillögu að skipun stjórnar skemmst 5 dögum fyrir hluthafafund. Þetta var sérstaklega ítrekkað í fundaboði hluthafafundar. Tillaga að stjórn var fyrst tilkynnt á aðalfundinum sjálfum án vitneskju bæjarfulltrúa og stjórnarmanna. Þessi tímafrestur var því ekki virtur sem dregur úr lögmæti fundarins og ákvörðunum hans. Það var 3. Það fullkomlega óeðlilegt og ólýðræðislegt að meirihluti bæjarstjórnar telji að samþykkis bæjarstjórnar þurfi til dæmis við skipun skólanefndar framhaldsskólann í Vestmannaeyjum en það sama gildi ekki við skipun í stjórn opinbers hlutafélags sem í fullri eigu Vestmannaeyjabæjar. Bæjarstjóri geti þannig hagað skipun í stjórn, ákvörðun þóknunar stjórnarmanna og stefnu stjórnar eftir fullkomnum geðþótta. Slík stjórnsýsla telst einræði og ætti ekki að líðast í því lýðræðissamfélagi sem við viljum tilheyra. Það var 4. Það sem fyrir liggur að framganga bæjarstjóra hefur valdið óvissu telja fulltrúar Sjálfstæðisflokksins mikilvægt að leita verið formlegar umsagnar fyrirtækjaskráð ríkisskattstjóra sem hefur eftirlit með hlutafélögum hér á landi samkvæmt 150. og 2. grein hlutafélagalaga nr. 2/1995. Það var 5. Til að draga úr skaðanum vegna ofangreins vinnulags óskar bæjarfulltrúi eftir því við fulltrúa sína í stjórn að þeir gæti áfram hagsmuna bæjarbúa á þann vandaða hátt sem þeir hafa gert hingað til þar til óvissu hefur verið eytt. Tillaga: Bæjarráð felur bæjarstjóra að leita formlegar umsagnar fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra hvort framkvæmd aðalfundar Herjólfs ohf. Hafi verið í samræmi við lög, reglur, hefðir þar að lútandi. Að gefnu tilefni skal erindi bæjarstjóra til fyrirtækjaskrár samþykkt að bæjarráði áður en það sendt. Fellt með 2 atkvæðum fulltrúa E- og H-lista gegn 1 atkvæði fulltrúa D-lista. Þar með líkur því sem bókað var í fundargerð ráðsins og orðið laust undir þessum lið. Það Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já. Forsaga þessa máls eins og eflaust flestum sem hér inni sitja ljóst sú að á fyrsta fundi nýskipaðrar stjórnar lýsa fulltrúar Sjálfstæðisflokksins yfir vafa lögmæti skipunar stjórnarinnar. Og það að sjálfsögðu mikið ábyrgðar hlutverk að sitja í stjórn hlutafélags, opinbers hlutafélags sem fer með töluverða fjármuni og mikla hagsmuni samfélagsins. Og því eðlilegt að fólk vilji og skilur maður það ef að fólk hefur einhvern efa það að það sitji og sé lögmætt skipað. Því að sjálfsögðu tóku hafa bæjarfulltrúar og bæjarráðsfulltrúi Sjálfstæðisflokksins tekið þetta alvarlega og leitað í rauninni leitað sér upplýsinga og skoða málið og leita til bæjarfulltrúa meirihlutans það að skera úr það með draga úr öllum vafa það hvernig var
hvort þetta hafi verið virkilega lögmætt skipað sem að sjálfstæðismenn draga í efa. Hér enn og aftur eins og er ekki í fyrsta skipti á þessu kjörtímabili greinir meirihluta og minnihluta verulega á túlkun laga. Það þannig að á þessum fundi var meirihlutanum boðið með mjög einföldum hætti að leiðrétta og draga úr og í rauninni bara taka af allan vafa í þessu máli. Annars vegar var boðið að boða til nýs hluthafafundar, skipa stjórnina aftur og löglega, en það var fellt. Í annan stað var boðið og óskað eftir því að fyrirtækjaskrá RSK myndi taka málið og fara yfir lögmætið. Það var einnig fellt. Og það svolítið sérstakt að það hafi verið gert. Að meirihlutinn hafi ekki verið tilbúin að fara þá leið sem að bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason lagði til. Af því að ég man ekki betur en svo að þegar farið var hér í kostnaðarsama úttekt á fiskiðjunni að þá hafi einmitt þau rök verið notuð. Að hafi allt verið í lagi, þá nokkuð að því að láta skoða þetta? Mér sýnist það sama ekki eiga við í þessu máli. Og þetta vissulega alvarlegar athugasemdir, þó svo að bæjarstjóri láti opinberlega í ljós að hún telji að einhvern leik sé að ræða. En allavega þeir sem að hér sitja eru ekki í neinum leik, ég get alveg fullyrt það. Í bókuninni sem liggur fyrir þá talað þeir greindar tillögur, það lá bara ein tillaga fyrir á þessum fundi sem var dregin upp úr hatti og lögð fram. Það var óskað eftir að minnihluti myndi leggja fram sína fulltrúa í stjórn fyrir hádeginum fyrir fund. Það var gert. Á síðasta fundi fyrir fundin á fundi bæjarráðs óskaði fulltrúa okkar óformlega að vísu eftir nöfnum og skipan stjórnar og fékk það ekki. Upplýsingaflæði, aukið gagnsæi það sem að þessi meirihluti sem nú starfar boðaði. Það framferði sem hefur hér verið í aðdraganda þessa máls á ekkert skylt við aukið gagnsæi eða aukna samvinnu. Heldur var þarna verið að leggja fram tillögu sem að enginn af minnihlutanum var upplýstur um. Að sama skapi fyrir tæpa ári síðan gagnrýndu sjálfstæðismenn það harkalega að aldrei hefði málefni þessa félags komið fyrir í bæjarstjórn eða bæjarráði til þess að ræða tillögur eða skipan stjórnar. Það var gert þegar að sjálfstæðismenn voru í meirihluta, þá var bæði bæjarstjóra veitt umboð og á fundi bæjarstjórnar skipuð fyrsta stjórn Herjólfs ohf. Þar með eftir það lauk lýðræðislegum afskiptum af þessari stjórn. Við leggjum fram eftirfarandi bókun. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýsa yfir miklum vonbrigðum með að fyrst nú sé verið að ræða málefni aðalfundar bæjarstjórnar Herjólfs ohf. Hátt í mánuði eftir að hann fór fram. Það fullkomlega óeðlilegt að málefni félagsins sem í fullri eigu Vestmannaeyjabæjar og snýr að okkar stærsta hagsmunamáli hafi aldrei verið rædd formlega í aðdraganda hluthafafundar nema við stofnun þess. Bæjarfulltrúar harma að báðar tillögur bæjarráðsmanns Sjálfstæðisflokksins hafi verið felldar og telja óskiljanlegt að meirihluti bæjarstjórnar vilji ekki fá álit fyrirtækjaskrá RSK til að meta lögmæti aðalfundar og skipan stjórnar ef lögmætið svo óvefengjanlegt og meirihluti bæjarstjórnar heldur fram. Sami meirihluti og hélt því fram við kostnaðarsama úttekt á fiskiðjunni að hafi allt verið með felldu, hlyti að vera í lagi að ráðast í slíka úttekt. Óverulegur kostnaður ætti að hljótast að því að skera úr með hlutlausum hætti lögmæti aðalfundar Herjólfs ohf. 31. maí síðastliðinn. Það að meirihlutinn hafi kosið að snúa út úr og túlka samþykktir Herjólfs ohf. Á þann veg sem hér hefur verið gert með þeim eina tilgangi að halda bæjarráði og bæjarstjórn og þar af leiðandi lýðræðislega kjörnum fulltrúum algjörlega utan við umræðu og ákvörðunartöku málefni Herjólfs ohf. Óafsakanlegt
og fullkomin aðför að lýðræðinu. Slíkt munu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins aldrei samþykkja, enda eru kjörorð flokksins gjör rétt, þol ei órétt. Ég þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttir fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar að ræða þennan fyrsta lið? Sigursæll Þórðarsson, þessu vel. Forseti, bæjarfulltrúar gestir. Við ætlum bara aðeins að fá að gera athugasemdir við þá seinni liðin í þessu sem að snýr að 5 daga fyrirvaranum. Það er skýrt í lögum nr. 2 frá 1995 sem eru lögum hlutafélög að tilkynna skal með minnst 5 daga fyrirvara með öll framboð til stjórnar. Þetta er bara skýrt í lögunum, það er engin fyrirvari annar en sá að þetta gildi öll hlutafélög sem þurfa að kjósa sér endurskoðanda. Það þarf Herjólfur ohf. Að gera og því er alveg ljóst, það er kristaltært að handhafi hlutabréfs í Herjólfi ohf. Bara tilkynna með þessum 5 daga fyrirvara hverju sóttust eftir eða væru tilnefndir til stjórnarsæti. Það er svo hlutverk stjórnarinnar sem sat áður, sem situr þá fyrir aðalfund að fara yfir framboðstilkynningarnar. Það sem ákveðnar reglur gilda þá sem þangað setjast. Ef einhverjir vankattar eru á framboðunum, þá er þessi frestur, þessi 5 dagar, hann er gefinn til þess að frambjóðandi geti bætt úr þeim göllum ef einhverjir eru. Félagsstjórn úrskurðar svo fyrir aðalfund gildi frambúðana. Ég sem íbúi í Vestmannaeyjum og þá einn af eigendum þessa félags, ég er ekki sáttur við að bæjarstjórinn sem heldur á umboðinu afgreiði málið á þennan hátt. Ég ger mér fulla grein fyrir því að það er vilji meirihlutans að þessir einstaklingar setjist í stjórnum. Ég hef ekkert við það aðtuga. Ég treysti þessum einstaklingum fullkomlega til verksins. En ég hefði viljað að meirihlutin virði lög og reglur þessa samfélags sem það býr í og farið eftir þeim, ekki stundum heldur alltaf. Og ég vona að meirihlutin bæti úr þessum vanköntum svo hægt sé að eyða allri óvissu nýja stjórn og hún geti starfa óhindrað að því mikla verkefni sem framundan er að rekstur nýra Vestmannaeyjafélag. Takk. Þakka Sigurðssyni Þórðarsyni fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar að ræða þennan lið? Já, skulum. Njáll Ragnarsson, gjör svo vel. Forseti. Fyrir bæjarráð þá mætti lögfræðingur Vestmannaeyjabæjar með minnisblað lögmæti stjórnarkjörs og umboðs bæjarstjóra til að fara með hluti bæjarins á aðalfundi Herjólfs ohf. Og í stuttu máli að þá er það mat lögmannsins að ekkert hafi verið athugavert við framkvæmd fundarins, ekkert athugavert við tilnefningar og kjör nýrrar stjórnar, ekkert athugavert við umboð bæjarstjóra á fundinum og ekkert athugavert við framkvæmd fundarins í heild sinni. Og það er bara vita það náttúrulega allir sem vilja vita að það sem að vaki fyrir sjálfstæðismönnum í þessu máli eins og svo oft áður að það er ekki efnisleg gagnrýni heldur að skapa einhvers konar ólgu, óstöðuleika, glundroða, ósætti í samfélaginu okkar sem að manni þykir nú stundum nóg og þetta er náttúrulega ekki í fyrsta skipti. Svona þjónar held ég ekki hagsmunum bæjarbúa og er ekki til þess fallið að skapa sátt í samfélaginu okkar og ekki til þess fallið að skapa sátt þetta verkefni. Og við viljum náttúrulega öll hafa sátt þetta mikla framfaraspor sem eru orðið í samgöngum til Vestmannaeyja með tilkomu yfirtöku á rekstrinum í fyrsta lagi og nýrri og glæsilegri ferju sem kom hérna laugardaginn fyrir hálfum mánuði síðan. Varðandi þessa bókun sem kom fram í bæjarráði frá fulltrúa minnihlutans þá er talað það í fyrsta lagi að framganga bæjarstjóra sé til þess fallin að skapa óvissu og skaða hagsmuni félagsins. Og þá er að meina bæjarstjóran. Það er ekki verið að tala þá sem að hlaupa upp til hand og fóta í bræði yfir því að skipu stjórnar hafi ekki verið þeim þóknanleg. Þannig að þá spyr maður sig hver er það sem skapar þessa óvissu
Og í öðru lagi þá hrekur lögmaður bæjarins allt hjal skriflega tillögur og stjórnartilnefningar og tímafrest sem fulltrúi sjálfstæðismanna talar álit lögmannsins sem mjög afdráttarlaust hvað þetta varðar og ég vík kannski að því aðeins betur hérna á eftir. Í þriðja lagi í bókuninni talað einræði og það svo sem ekkert nýtt. Einræði felst í því að hluti af því ágæta fólki sem nú situr í minnihluta bæjarstjórnar sem að lagði vissulega blessun sína á samþykktir félagsins þegar þær komið til umræðu og umfjöllunar hér í bæjarstjórn á sínum tíma og þar einmitt talað í samþykktunum að bæjarstjóri fari með hluti bæjarins í félaginu. En greinilega það nú þannig og því miður fyrir einhverja, ekki marga, en þá það bara hreinlega ekki sá sami bæjarstjóri sem nú situr við völd og fer með þetta umboð eins og var þá. En samþykktirnar gera ráð fyrir þessu og svo kemur rúsinin í pylsuendanum og það þegar að bæjarráðsmaður minnihlutas óskar eftir því við fulltrúa sína í stjórninni að þeir fari nú að vinna að þeir fara að vinna í stjórn sem þeir telja reyndar ólöglega og ólöglega skipaða og þetta finnst mér svolítið broslegt en ég tek að fullu undir þessa bókun eða þennan hluta bókunarinnar að minnstakosti. Stjórninni skipu 5 einstaklingum og það fáránlegt að einhverjir þeirra telji sig geta verið í einhvers konar verkfalli og neita að taka til starfa þar. Og svo langar mér nú aðeins að spyrja þetta lögfræði álit sem sjálfstæðismenn vitna í, bæði hérna áðan bæjarfulltrúanum Hildi Sólveigu Sigurðardóttur og fulltrúa þeirra í bæjarráði. Hvar þetta lögfræði álit? Hver bjó það til? Það aðgengilegt einhverjum öðrum heldur en þeim sem sita hérna á mér á hægri hönd? Og svo verð ég nú aðeins að bregðast við ræðum bæjarfulltrúanna Hildar Sólveigar Sigurðardóttur og Sigurðsins Þórðarsonar að meirihluta bæjarráðs hafi verið boðið að taka af allan vafa varðandi þennan gjörning og það var alltaf gert á fundum. Það var gert með minnisblaði þessu hérna og af lögmanninu sem undir það ritar í eigin persónu. Hann fór yfir þetta lið fyrir lið og hrakti allar þessar staðhæfingar og svo að fyrirtækjaskrá gæti tekið af allan vafa, það hinn tillagan, minni mig að það hafi verið og þá lít ég svo á að lögmaðurinn hafi aftur tekið af allan vafa þetta mál og þar að leiðandi ekki eitthvað sérstak ástæða fyrir bæjarráð að véfengja það álit eða allavega ekki meirihluta bæjarráðs að véfengja það álit sem að lögmaður bæjarins skilaði inn til bæjarráðs. Þannig að sjálfsögðu var það fellt en möguleikin náttúrulega að fara þá leið að hreinlega þeir fulltrúar í stjórninni sem að telja þetta ekki hafa verið gert með réttum hætti og stjórnin sé að einhverju leyti ólöglega skipuð að þeir verða þá væntanlega bara að kæra þetta. Ég held að væri alveg ástæða til þess að minnihluti bæjarstjórnar bendi minnihluta stjórnar Herjólfs á það að sá réttur náttúrulega tryggður hverjum manni sem vil kæra svona ef þeir telja sig einhverju misrétti beita og ég átti mér nú ekki á því hvað ætti svo sem að koma út úr því. Og svo talar Sveinn, já það náttúrulega bara sama og hefur verið þetta gegnum gangandi í þessari umræðu að þetta talar þessi félög sem þurfa að kjósa sér endurskoðendur og það gildi þau ákveðnar reglur og mér langar kannski bara með leyfi forseta að vitna aðeins í minnisblaði, ég veit ekki hvort að bæjarfulltrúinn hefur lesið þetta minnisblað að þar með leyfi forseta undirritað vil benda á A-lið 63. greinar þar kemur fram að hlutafélagi ber skylda til þess að kjósa sér endurskoðanda samkvæmt 1. til 3. málsgrein 98. greinar nr. 3 laga nr. 3 frá 2006 þá skuli tilkynna skriflega með skemmst 5 daga fyrirvara hlutafund framboð til stjórnar hlutafélagi. Herjólfur OHF uppfyllir þessi skilyrði ekki samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2018 en ef tvö þessara atriða eiga við, það starfsmenn verða fleiri en 50, efnahagsreikningurinn hærri en 200 milljónir og rekstrarreikningur yfir 400 milljónir, þá myndi þetta ákvæði eiga við Herjólfur OHF til framtíðar litið. Þannig að þarna í rauninni Jóhann að segja okkur það að þetta sé náttúrulega eitthvað sem að kemur til með að gerast vonandi. Við vonum náttúrulega að þetta félag gangi vel og þarna verði þessu skilyrðum uppfyllt. Mér minnir að Jóhann hafi sagt okkur það að það væri aðeins eitt af þessum 3 skilyrðum uppfyllt, það að segja starfsmannafjöldin, en efnahagsreikningurinn nær ekki þessu marki og heldur ekki rekstrarreikningur. Þannig að bara svo að það sé sagt hér. Já.
Ég þakka Njáli Ragnarssoni fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessum lið? Eyþór Harðarsson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fulltrúar. Ég var svo sem ekkert búinn að spá mikið í þessum máli, búinn að vera í fríi núna í 2 vikur og kem ferskur heim hérna á fund. En svona hafði þetta vitneskju þetta mál, þessi stjórnarskipti sem að komu manni mjög óvart og fleirum en mér. Hérna var í svona aðdraganda kosninga boðuð mikil gleði, með gleðin af vopni var ykkur frasinn, vinavæðingin væri út og bara samfélagið yrði allt betra og heilbrigðara með nýju húlki. Við vorum í verkefni sem er sennilega eitt merkilegasta eða mikilvægasta og hvað maður segja best heppnaða verkefni sem við höfum örugglega átt lengi, Vestmannaeyingar. Það er þegar að við tókum þetta verk á okkur að reka Herjólf. Og það var nú ekki alveg það var ekki alveg allir sammála það. Og sérstaklega þessi meirihluti sem hér hann var ekki alveg að kyngja þessu alveg strax þó hann hafi nú kynnt þessu svona núna upp á síkastið að þetta hefði verið góð ákvörðun að taka sér reksturinn. Það hafa menn unnið sleitulaust eða þetta kom ekki að sjálfu sér. Þetta var mikil vinna að koma þessu OAF á laggirnar og þessi 2 menn sem voru settir út voru lykilmenn í því verkefni. Og þess vegna spyr ég bara, hvers vegna í verkefni sem í 2 ára samningi og á þessum tímapunkti þegar skipið að koma og byrja rekstur og töluverð vinna væntanlega í samskiptum við ríkið í sambandi við alla þessa samninga og breytingar á samningum og töfum og skipin og allt það. Hvers vegna skipt út þessum stjórnarmönnum sem höfðu mesta reynsluna og var að ykkar mati nauðsynlegt að setja út þessa þekkingu sem hafði skapast með öllum undirbúningi frá byrjun. Þú veist, hver eru rökin fyrir því? Og sinntu menn ekki sínum störfum eða voru þeir ekki hæfir að mati meirihlutans? Þú veist, þetta finnst mér vanta. Ég ætla ekki að fara út í allan lögfræði hlutan, en mér finnst vanta skýringar. Bara skil vel að þið viljið sjá ykkur aðra menn ykkur staðar, en 1 ár í viðbót hefði ég talið skynsamlegt að láta reynsluboltana vera. Takk. Þakka Eyþóri Harðarsyni fyrir. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið skipan stjórnar Herjólfs? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, eins og Eyþór segir, ef við, forseti bæjarfulltrúi gestir, takk fyrir. Eins og bæjarfulltrúi Eyþór kemur inn á, ef við setjum bara allar þessar lagaflækjur út fyrir svið og ræðum bara það sem að Jón út í bæ sem hefur enga lagalega þekkingu eða ekki mikið inn í stjórnsýslu ætti að skilja. En það spurning siðferði. Finnst bæjarfulltrúum H- og E-lista þær aðferðir sem voru hafðar uppi í þessu máli siðferðislega réttar? Finnst þeim hún hafa verið fagleg og virðingaverð og til eftirbreytni? Er þetta einkennandi fyrir þá upplýstu og gegnsæju stjórnsýslu sem var boðuð í aðdraganda kosninga? Að láta minnihluta bæjarstjórnar og þáverandi stjórnarmeðlimi heyra það fyrst á sjálfum aðalfundinum að það ætti að víkja 2 stjórnarmeðlimum úr stjórninni án þeirra vitundar. Er það drengilegt? Jæja, bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson spyr lögfræði álitið. Ég veit ekki betur en að bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason hafi
veitt svör við spurningum Tryggva Más fjölmiðlamanns varðandi álit lögfræði, það sem menn greinir á lögfræði túlkun. Sjálfstæðismenn leituðu sér leiðsagnar hjá lögfræðingum og bera líka þá gæfu að hafa fólk með menntun í bæði lögfræði og opinberri stjórnsýslu til þess að aðstoða við túlkun þessa máls. Varðandi það að leggja nafn sitt við lögfræði álit, að þá voru lögfræðingar ekki tilbúnir að gera það á þeim tímapunkti þar sem að aðalfundargerð skorti. Aðalfundargerð liggur ekki fyrir. Það liggur ekki fyrir hvað kom fram á þessum fundi. Þannig að forsendur fyrir túlkun þessara ályktunar ekki til staðar. Þannig að á hverju byggir bæjarlögmaður það þegar það liggur ekki fyrir hvað fór fram á fundinu. Og það er ástæðan fyrir því að fyrir liggur ekki formlegt lögfræðiálit. Njáll talar einnig ólgu og óvissu og vill kenna meiri hlutanum það að þetta mál sé í uppnámi. Afsakið minnihlutanum. Að þetta mál sé í uppnámi, en ég held að menn ættu frekar að líta sér nær. Og þetta sá farvegur sem að þetta mál verður í framtíðinni? Munu þeir fulltrúar sem hér sitja aldrei ræða málefni þessa fyrirtækis? Og hvað eigi að gera svo við rekstur, eða hagnað af rekstri, eða tap af rekstri, eða það sem að mun koma fram? Verður það ekki málefni þessara fulltrúar sem hér sitja? Það er óeðlilegt hvernig þetta mál hefur verið á því hefur haldið og því legg ég fram eftirfarandi bókun. Við álit bæjarlögmanns í bæjarráði lá ekki fyrir aðalfundargerð aðalfundarstjórnar Herjólfs ohf. Og því ljóst að ekki lágu allar forsendur fyrir þegar bæjarlögmanni var uppálagt að gefa álit sitt. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja að brotið hafi verið meðal annars gegn 14., 15. og 20. grein samþykkta Herjólfs ohf., 63. a grein íslenskra hlutafélagalaga, 53. grein íslenskra sveitarstjórnarlaga og 43. grein bæjarmála samþykktar Vestmannaeyjabæjar. Bæjarfulltrúar munu fara þess á leit við fulltrúa sín í stjórn að þeir sinni sínum vönduðu störfum áfram innan stjórnar Herjólfs ohf. Með hagsmuni samfélagsins að leiðarljósi þar til að öllum vafa lögmæti hefur verið eytt. Takk. Ég þakka Hildi Sólu Sigurðardóttur fyrir þetta. Við erum áfram undir þessum lið, skipun stjórn Herjólfs, fundargerð bæjarráðs 3101, Íris Róbersdóttir. Gjör svo vel. Forseti, má ég taka orðið á undan Íris? Íris dregur það þá tilbaka að taka til máls núna og Njáll Ragnarsson hefur óskað eftir að taka til máls. Gjör svo vel. Takk fyrir það, forseti. Svona nokkur atriði, mér finnst þetta mál alltaf að verða furðulegra og það er svo sem ekkert nýtt að það ágæta fólk sem situr hérna mér á hægri hönd að það lýsir frati á álit lögfræðinga, endurskoðenda, fjármálastjóra og allra sem að skila ekki þeirri niðurstöðu sem þeim er þóknanleg. Þannig að það er nú ekkert svo sem nýtt en sko, ég myndi nú bara hvetja okkur til þess að fara aðeins að svona rembast við það í sameiningu að reyna að gera þetta svona nokkuð siðmenntað og hætta þessum djöfulgangi öll mál. En það er nú kannski önnur saga. Hver ber ábyrgðin á því veit ég ekki og ég sjálfsagt maður er svo stengur mjög jóð, maður er nú ekki syndlaus sjálfur kannski alveg. En sko það er talað sko, Eyþór Harðarson talaði hérna einhverja vinavæðingu og
ég veit ekki hvort að fulltrúar minnihluta í þessari stjórn séu bara eitthvað Jón og Gunnar hérna út í bæ. Ég kannast ekki við það. Þannig að ég veit ekki alveg sko af hverju það hægt að gagnrýna vinavæðingu í skipun meirihlutans, en Ég var ekki að tala um vinavæðingu, fyrir kosningar, gott og vel. En þá byrja ég að afsaka það að Þorleifur er að leggja þér orð í munn, það er nú ekki takmarkið. Og svo kom fram líka hvers vegna þyrfti að skipta þessa menn sem hafa alla þessa reynslu, hvers vegna var ekki skipaður fyrrverandi stjórnarformaður á auka hluthafafundi sem haldinn var í ágúst, október. Hvers vegna ákvað minnihluti bæjarstjórnar ekki að skipa stjórnarformann? Þeir gagnrýna okkur fyrir ekki að hafa ekki skipað núna á aðalfundi, hafa ekki kosið hann þar inn. Hvers vegna hentu sjálfstæðismenn honum út hreinlega á þessum hluthafafundi sem var þarna haldinn? Ef að þessi reynsla sem að fyrrverandi stjórnarformaður hefur svona ómissandi. Hvers vegna, hvernig getur þú staðið á því að það hefur verið ákvörðun sem var tekin af þessu fólki hér að skipa þá ekki áfram fyrrverandi stjórnarformaður? Og það nú einu sinni þannig að það einn maður sem var tekin út úr þessari stjórn sem að nýtur hvorki traust minni né meirihluta að þeir virðist. Og það náttúrulega mjög sérstakt og ég man ekki til eftir öðru eins dæmi nokkuð slíkt bara hjá nokkrum manni nokkuð tíma að honum hafi verið hent út af bæði meirihluta og minnihluta. Það er svolítið sérstakt. Og lagaflækjur til hliða, ég alveg til í það. Lagaflækjurnar eru hins vegar búið að greiða úr þessum lagaflækjum, finnst mér, að þessi lögfræðingur, en það á nú að spóla samt áfram í því síðustu bókun sjálfstæðismanna að þá ennþá verið að frata á þetta fólk sem að gefa okkur álit. Og mér þykir það nú miður, ég vil nú að segja það alveg svo En síðan get ég nú kannski upplýst síðan annað að í bæjarráði að þá voru nú umræður það hvort það sé ekki hreinlega þörf á því að breyta þessum samþykktum í þessu félagi og færa þetta vald bara yfir til bæjarstjórnar. Og ég lýsti því nú og ég held allt bæjarráðið hafi nú alveg verið meira en til í það að fara í það að breyta samþykktum félagsins á þá leið að bæjarstjórn kjósi stjórn félagsins eða skipi stjórn félagsins með beinum hætti og ég eins og ég segi, ég meira en til í að gera það en þetta er langeðlilegast. En við náttúrulega vinnum með þær samþykktir sem eru fyrirliggjandi og það eins og ég kom nú inn á í málum mínum áðan að þá var það gert að það sem sagt bæjarstjóri sem hefur þetta umboð til þess að fara með hlutina í félaginu. En ég ætla forseti með leyfi forseta að fá að lesa kannski upp örstutta bókun þetta mál til þess að reka kannski svolítið endan út allan hvað mig varðar í þessari umræðu að þá hún svo hljóðandi með leyfi forseta. Í áliti lögmanns Vestmannaeyjabæjar kemur fram að eðlilega var staðið að aðalfundi félagsins þann 31. maí síðastliðinn bæði hvað varðar umboð bæjarstjóra til að fara með umboð bæjarstjórnar á fundinum sem og tillögur sem bornar voru upp á fundinum meðal annars skipun nýrrar stjórnar félagsins. Nú þegar ný ferja og rekstur hennar komin til Eyja hefur stjórn félagsins sömuleiðis verið skipuð heimafólki. Það því ástæða til að fagna þeim mikilvægu skrefum sem stigin hafa verið í átt að bættari samgöngum við Vestmannaeyjar og undanförnum misserum. Meirihluti bæjarstjórnar óskar nýrri stjórn Herjólfs ohf. Velfarnaðar í störfum sínum og hvetur sömuleiðis alla stjórnarmenn til þess að starfa af heilindum í stjórn félagsins. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir þetta. Þá komið að Íris Róbertsdóttir óskar eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Þessa dagana eigum við að gleðjast yfir öllu því sem jákvætt og gott í Eyjum. Það sem af sumri höfum við fengið forseta Íslands og forseta Þýskalands í opinbera heimsókn sem tókst mjög vel og gerður var góður rómur af því hvað Eyjarnar höfðu upp á að bjóða. Við höfum tekið á móti nýjum Herjólfi sem glæsilegur og mun hefja siglingar innan tíðar og mikið framfaraskref í samgöngum við Landeyja. Systurnar Litla Grá og Litla Hvít eru komnar og þeim heilsast vel og aðlagast nýjum aðstæðum.
Griðastaður fyrir mjaldrana verður svo fyrsti sinna tegundar í heiminum. Stóru sumamótin okkar eru búin eða eru í gangi og nú bærinn fullur af sprækum knattspyrnudrengjum sem og aðilum sem fylgja þeim á orkumótinu. IBF íþróttafélag leggur mikið til samfélagsins og eru þessi mótliður í því. Það skemmst frá því að segja að 2 fyrrverandi formenn félagsins sitja þennan bæjarstjórnarfund í dag, sem skemmtileg tilviljun. En það líka nóg framundan. Glæsileg goslokahátíð næstu helgi og þar verður haldið upp á 100 ára kaupstaðarafmæli Vestmannaeyjabæjar. Og svo það þjóðhátíðin sem svo ótrúlega stór hluti af okkur. Allt þetta sem í gangi á að hvetja okkur til þess að einbeita okkur að jákvæðum hlutum. Ég tel mikilvægt að við vöndum okkur öll sem eitt og við reynum að eiga betra samstarf og breytir samskipti. Ef það eitthvað sem má bæta, þá eigum við að gera það og liður í því eins og Njáll Ragnarsson kom inn á áðan og var rætt óformlega á fundi bæjarráðs þegar búið var að bóka eins og enginn var í morgundagurinn og aldrei sérstaklega skemmtilegi fundir, en þá rættu við það, fulltrúarnir í bæjarráði og bæjarstjóri, að það væri skynsamlegt að fá lögfræðing til að fara yfir samþykktir félagsins og skoða þær vegna þess að það eru atriði eins og 2/3 hlutir hluthafa. Meðan samþykktirnar eru bara að einn aðili fari með þær, þá 2/3 hluti til dæmis bara út úr kú, 2/3 hluti aðila. Það fullt af bæði tæknilegum hlutum og öðrum hlutum sem ætti að skoða og nákvæmlega ég sammála því að það ætti bara auðvita. Ef að orðið bæjarstjórn hefur verið sett inn allstaðar í samþykktirnar það sem bæjarstjóri, þá lítur það svolítið öðruvís út. Þannig að þetta var bara, tók allir mjög vel í þetta í bæjarráðinu og ég hef sett mig í samband við sérfræðing sem reyndar að sunnan, þeir fyrirgefi það, kæru vinir mínir á hægri hönd, sem sérfræðingur í OHF-félögum og við rættum það að myndum fá til að fara yfir þetta og koma bara með hugmyndir, en að sjálfsögðu eru samþykktirnar fara í það lögformlega ferli sem eiga að fara í, en það gott að fá álit á því hvað má betur fara í samþykktunum. Þannig að ég held að það sé eðlilegur punktur og var allavega minnstakosti allir þeir sem sátu þennan bæjarráðsfund voru sammála því. Njáll nú búið að taka hluta eða eiginlega allar spurningar og öll svör og þetta. Staðan náttúrulega bara þannig þegar það kosið til aðalfundar og ég veit það bara sjálf. Ég hef setið í stjórn sem þarf að uppfylla öll þessi skilyrði sem að Sigurður Þórðarsson kom inn á áðan. Þetta á ekki við Herjólf OHF í dag, mun eiga við á næsta ári. Þá komið rekstrarár. Það var engin rekstur 2018. Þetta ekki neitt. Þau taka við seint og þetta bara lítið. En málið það samt að þú ert kjörinn í stjórn til 1 árs. Það hendir þér enginn út eða rekur þig út. Þú bara ekki endurkjörinn. Þú ekki kosin aftur. Og ég þekki það bara mjög vel, satt hér í stjórn stórs fyrirtækis þar sem voru mikil átök. Og þú bara kosin til 1 árs. Og bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson vildi endilega vita hvers vegna. Það eru mjög málefnalegar ástæður fyrir því. Ég ætla bara að upplýsa það hér. Mér varst mjög leiðilegt að ná ekki sambandi við viðkomandi stjórnarmann sem satt í mínu umboði þann dag. Ég gerði tilraunir til þess að ná í hann. En það kannski að því samskiptin voru bara ekki eins og þau áttu að vera. Því miður. Og það bara leiðilegt. Við ákváðum aftur á móti í október 2018. Þá ákváðum við í ljósi þess að verkefnið mundi njóta krafta eins stjórnarmann sem hefur farið mikinn undanfarið. Hann væri mjög mikilvægur meðan væri verið að smíða skipið og í utanumhaldi og mátum þekking og reynslu hans talsvert meira heldur en að minnstakosti þeir sem ákváðu að setja hann út úr stjórnin. Ég forbið mér, ég íti því frá mér þegar verið að tala að þetta séu einhverja geðþótta ákvarðanir og eitthvað. Þetta það ekki. Við viljum þessu félagi alltaf besta og það bara þannig. Við ráðum 3 stjórnarmönnum, meirihlutinn, þið ráðið 2. Ykkar óskir, samþykktirnar eru það skrýtnar að ég tilnefni alla sem bæjarstjóri. Að sjálfsögðu, það stendur hvergi að ég hef fótt tilnefningar frá minnihlutann, en að sjálfsögðu það gert. En málið það bara, ég held að það væri bara ótrúlega mikilvægt að við skoðum bara, og ég meira en tilbúin í það að fara að skoða þessar samþykktir, getum við gert þetta lýðræðislegra og betra, meðan samþykktirnar eins og eru þá vinnum eftir. Við höfum ekkert annað val. En þá líka þarf að breyta boðun aðalfundar og allt saman ef þetta á að koma fyrir bæjarstjórn og svona hafa þetta með allt hætti. En
Það er mikilvægt að skapa vinnufrið Herjólf OHF. Það er mjög margt gott búið að vinna en það eru líka mörg spennandi verkefni framundan. En að endingu, í ljósi þess það búið að tala mjög mikið og vera mjög mikið svona, þetta er þung umræða og það eru stór orð þegar maður fallið í henni, þá vil ég endingu koma hérna með skemmtilegt innskot, af því ég var að telja upp hérna áðan allt þetta góða og jákvæða í þessu samfélagi. Þá vil ég skora hérna á bæjarfulltrúa, þeir eru nú heppin að sitja þennan fund, kæru bæjarfulltrúar, af því þið lendið í áskoruninni, að taka þátt í skemmtilegu verkefni sem eru 100 gleðidagar, 100 happy days, ganga undan með góðu fordæmi og birta jákvæða mynd að einhverju í samfélaginu okkar í næstu 100 daga. Ég ætla að byrja á morgun og ég skora okkur að taka þátt í þessu. Ég þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Til að fleiri bæjarfulltrúar að ræða þennan lið. Stefán Harðarsson, kjörsum við. Nei, morgun. Ekki jákvæð. Forseti bæjarfulltrúar. Ég verð að svara Njáli. Hann spurði, og því að ég var nú að spurja með af hverju var menn settir út með mikla reynslu í þessu stutta verkefni sem er nú bara 2 ára verkefni að lágmarki allavega, svo meta menn hvort að menn haldi áfram eins og komið fram. En þegar í ágúst þá þurfti fráfarandi meirihluti að fækka sýnumönnum úr 3 í 2. Þannig að það var ástæðan fyrir því að við settum 1 út. Það var komin reynsla hjá hinum mönnunum líka, en við mátum það nú líka þannig að ef við myndum ekki tilnefna þennan aðila, þá myndi þið örugglega gera það út af því að menn væri með reynslu. Það er nú bara ástæðan fyrir því, út af þú spurðir. Og við lásum leikinn alveg hárrétt þar. Og okkur fannst bara mikilvægt að þessi hópur myndi klára þessi 2 ár. Það var bara ástæðan. En þið hafið ekkert svarað þessum spurningum sem ég svaraði. Hvers vegna var skipt, voru þeir ekki hæfir, gerðu þeir eitthvað af sér, hvað var, mátuð þið ekki þekkingu þeirra mikilvæga til að halda áfram í þessu verkefni út þetta ár? Þið hafið ekki svarað þessu. Takk Eyþóri Harðarssoni fyrir þetta. Fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki. Það virðist ekki vera. Hvað augnablik viltu? Já. Sjá, hvernig líður tímanum hjá okkur? Það eru detta í matarhlé. Við erum búin að eyða 40 mínútum í þetta mál. Þannig að það er spurning hvort að við hingrum ekki örskamma stund í því meðan minnihlutinn ræðir þetta sín á milli. Ég vek athygli á því án þess að ég ætla að svara hér fyrir aðra bæjarfulltrúa, þá tók ég því allavega frá bæjarfulltrúa Írisi Róbertsdóttur og bæjarstjóra að hún útskýrði meðal annars að hún hefði ekki náð í stjórnarmenn á föstudeginum. Ástæðan fyrir að maður skipta út stjórn. Þannig að hún gaf allavega eina ástæðu því og kannski ætla að biðja fundamönnum að gæta þess að við ætlum að koma hér upp í pontu og ræða málin. Við ætlum ekki að vera í samtölum hérna yfir borðið. Og svona rétt áður en að ég klára það sem ég ætla að segja og gefa orðið laust aftur þar sem að ég nýti tækifæri hér og segja, ég segi nú yfirleitt ekki margt til þess að svona gæta hlutleysis að mestu í fundarstjórninni, þá ætla ég að nýta tækifæri hér að það hafi verið að ræða málin, en ég hræddist það alltaf sjálfur þegar ég las samþykktirnar
og hver sem andinn var þegar þeir voru samþykktar eða hver andinn var núna eða hitt og þetta, þá fannst mér þetta loði og ég fagna því innilega það sem að kom hérna fram áðan að þegar ég fara yfir samþykkt félagsins. Ég held að það sé bara hægt að gera betur. Ég las þetta þegar þetta félag var stofnað og ég hræddist þetta strax að það væri hægt og það yrði ekkert allir ánægðir. Þannig að, og annað sem ég langar að koma á framfæri líka, ég hef svo sem ekki, auðvitað hef ég heyrt, ég sitt náttúrulega sem varamaður í bæjarráði og hef sittið held ég 1 fund. Ég vék nú þegar þetta OHF-mál var til umræðu á þeim fundi. Þannig ég svo sem hef heyrt orðróminn og hvað hefur svona aðeins, það hefur að sjálfsög ýmislegt gengið á. En ég velti líka fyrir mér í þessu, sko það líka alveg hægt að tala saman. Og ef að viðkomandi stjórnarmenn voru svona opbóðslega hrifnir að fá að halda áfram, þá hefði held ég verið alveg leikur líka að ræða málin og skerti í. Þannig að ég held þetta sé alveg beggja blands. Ég held við verðum að vera sanngjarnir í því. Þannig að í mínum huga maður kosinn í 1 ár í senn og það ekki hægt að ætlast til þess að maður verði kosinn endalaust. Nú ef manni langar mikið að vera áfram þá væntanlega þarf maður að tala við þá sem að hafa valdi til þess og ég veit ekki til þess að það hafi hreinlega bara verið gert. En þetta var svona örstutt innlegg hjá mér inn í þetta en Sigursteinn Þórðarson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég fyrir mína parta tel það mjög gott ef að menn fara að skoða breytingar á samþykktum Herjólfs á þannig hátt og að það þurfi kannski til þess að meirihlutinn starfi þá á lýðræðislegan og gegnsæjan hátt. Þá bara sjálfsagt mál að gera það. Ég vil taka það fram og þannig að Njáll kom aðeins inn á áðan og fór að blanda persónunum sem að núna að setjast í stjórnina inn í þetta mál. Það var engin annar gert það. Það finnst mér, alls ekki það sem við eigum að gera. Þetta snýst alls ekki þær persónur sem að taka við. Ég til að mynda ber fullt traust til þessara 5 einstaklingar sem að eru kjörnir inn í stjórn og tel þá bara vel til þess fallnir, erum með mikla tengingu inn í atvinnulífið og með puttan á púlsinum á málefnum okkar eyjamanna. Þannig að við þurfum að fara í þessa vinnu, þessar breytingar og skoða það til þess að eyða líka óvissu. Þetta má ekki vera óvissa stjórn þessa félags. Það alltaf mikilvægt að hún geti starfað óáreitt í því umhverfi sem að fyrirliggur. Takk. Þakka Sigursteini Þórðarsyni fyrir þetta. Fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan. Þetta sé að verða ágætis umræða, 45 mínútur slagir þetta í. Þannig að ég sé engan bæjarfulltrúa sem að hefur óskað eftir að ræða þetta meira enda flestir konir með seinni umræðuna líka skráða hjá sér. Þannig að ég ætla bara að leggja þetta undir atkvæði bæjarfulltrúa. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkið þessu lið gefið atkvæðamerki. Það eru 4 bæjarfulltrúar sem eru samþykktir, bæjarfulltrúar sem eru á móti gefið atkvæðamerki. Það eru 3 bæjarfulltrúar á móti. Þannig að þetta samþykkt 4 atkvæðum gegn 3. Þá förum við yfir í 13. lið. Það fundur framkvæmda Hafnarráðs, það er fundur númer 235. Það hefur óskað eftir umræðum 2 liði þarna, það er liður 1 og liður 3. En aðrir liðir liggja þarna til staðfestingar. Fyrsti liður 4 mánaða yfirlit og það hljómar einhvern veginn svona. 4 mánaða rekstraryfirlit Vestmannaeyjahafnar. Formaður ráðsins fór yfir 4 mánaða rekstraryfirlit Vestmannaeyjahafnar. Framkoma rekstrartekjur fyrstu 4 mánuði ársins voru tæpar 148 milljónir og gjöld 112 milljónir. Rekstrarafkoma tímabilsins nemur 36 milljónum króna samanborið við 26 milljónum króna fyrir sama tímabil árið 2018.
Niðurstaða: ráði samþykki fyrirliggjandi yfirlit. Ljóst er að rekstur Vestmannaeyjahafnar er í góðu jafnvægi þrátt fyrir loðnubrest. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Það er gríðarlega jákvætt að rekstur hafnarinnar er í jafnvægi þrátt fyrir loðnubrest en jafnframt mikilvægt að fylgjast áfram vel með. Auðvitað geta áhrifin ennþá átt eftir að koma fram þar sem ekki verður til dæmis skipað út loðnuafurðum í sumar eða fram eftir ári. Það er ákveðin bjartsýni samt með makrílinn en í ljósi þess hvernig staðan er og við ræddum það hér að það voru náttúrulega, menn voru ekki sammála það hvort ætti að taka upp fjárhagsáætlun eða ekki í tengslum við loðnubrestinn. En þá bara vil ég upplýsa það hér að ég hef óskað eftir því við fjármálastjóra bæjarins að skila 4 mánaða uppgjöri eða yfirliti, rekstraryfirliti vegna A-hlutans og vegna hraunbúðar og það er mikilvægt fyrir okkur að geta fylgst með stöðunni. Þetta hefur ekki verið tekið að minnsta kosti ekki reglulega áður 4 mánaða yfirlit. Það er of seint, ef við tökum 6 mánaða yfirliti þá er það ekki komið fyrir í ágúst, þannig að við getum gripið fyrir inn í ef það er eitthvað. Þannig að A-hlutin mun fara inn í bæjaráð mjög fljótlega, ég vil bara næsta fundi og rekstraryfirliti vegna hraunbúa mun fara inn á fundi hjá fjölskyldu- og tómstundaráði og þetta er bara liður í því að hafa betri yfirsýn og stunda ábyrga fjármálastjórnun með þessu breytta verklagi sem ég held vættum svo halda okkur bara við í framhaldi. Fjármálastjórn til dæmis gagnvart höfninni þurfti að tína þessa 4 mánuði eða reikna það út líka allstaðar þess að þetta aðeins meiri vinna fyrir hann að því það voru bara til 6 mánaðar yfirlit en við ætlum að hafa það að taka þetta inn líka að því ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við fylgjumst vel með að því þó svo að þessi fyrstu 4 mánuðir hafi gengið vel hjá höfninni og ég vænti þess líka að það er ágætis staða svona allavega við erum svona, það er að koma hjá okkur að klára gagnvart A-hlutanum og það bara lítur ágætlega út en það skiptir samt máli að fylgjast vel með það því að það er auðvelt að grípa inn í ef áþarf að halda en þá verðum við að hafa upplýsingar. Þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið? 4 mánaðar rekstraryfirlit Vestmannaeyjahafnar. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Það er ánægjulegt að sjá niðurstöður úr 4 mánaða uppgjöri fyrir höfnina og það þrátt fyrir loðnubrest. Það er mjög gott að fá slíkt uppgjör, við náum þannig að fylgjast betur með og ég lýsi ánægju minni yfir því og tek undir með því að slíkt það sama verið gert fyrir aðra stofnanir bæjarins. Með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa bókun. Framkvæmd á Hafnaráð óskaði eftir 4 mánaða rekstraryfirliti hafnarinnar fyrir árið 2019 sem farið var yfir á fundi ráðsins þann 18. júní síðastliðinn. Mikilvægt er að fylgjast vel með rekstri hafnarinnar vegna loðnubrestsins fyrr á árinu. Ánægjulegt er að yfirlitið sýni að reksturinn er í góðu jafnvægi enn sem komið er. Bæjarstjórn telur mikilvægt að fylgjast áfram vel með svo hægt sé að bregðast við ef breytingar verða á rekstrinum. Takk fyrir. Ég þakka Jónu Sigríður Guðmundsdóttur fyrir þetta. Við vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessu lið. Svo er ekki. Þá skulum við taka hann til atkvæða þegar bæjarfulltrúar sem eru þessu samhengir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar þannig að hann er samþyktur. Þá förum við í lið nr. 3 sem að óska eftir líka umræðum. Það snýr að þakleik á Sundlaugargangi. Það er allt saman hér líka. Þakleiki á Sundlaugargangi í íþróttamiðstöð. Lagðar fram teikningar vegna þakleik á Sundlaugargangi í íþróttahúsi. Hefja þarf framkvæmdir sem fyrst til að koma í veg fyrir frekara tjón. Ljóst er að verkið er umfangsmikið en ekki hafa verið gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun vegna ársins 2019.
Niðurstaða: ráðið samþykkir að nauðsynlegt er að ráðast í viðgerðir á þakinu og óskar eftir því við bæjarstjórn að veitt verði auka fjárveiting að upphæð 55 milljónir króna á árinu 2019. Það er Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég ætlaði bara að fá að forvitnast hvaða ástæður liggja baki því og hvort að það sé bara hreinlega mistök eða hvort að það liggja á því að því að hér kemur fram að þessu sé vísa til bæjarstjórnar, viðaukum með fjárhagsáætlun, viðaukum með fjárhagsáætlun, hvað þá 55 milljónir hefur verið tekið fyrir í bæjarráði og bæjarráði auðvitað farið yfir slíkt, þannig ég ætlaði bara að tryggja það að málinu yrði þá væntanlega vísað til bæjarráðs til umfjöllunar eða hvort að það lægi þannig á því að bæjarstjórn þyrfti að afgreiða það hér með. Þannig að ef ég geti fengið svör við því þá er ég þakklátt. Þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Íris Róbsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég get svarað þessari spurningu. Þetta var bara þetta er mistök starfsmanns, það átti að standa bæjarráð þarna. En við náttúrulega tökum þetta sjálfsögðu fundargerðin stendur eins og hún er. Og það var umræða það hvort ætti ekki standa bæjarráð eins og í 30. grein í bæjarmálasamþykkt þá er það alltaf bæjarráð sem gerir viðauka. Ég er með tillögu hérna á eftir það. En að því að þetta mál er til umræðu að þá held ég að það sé þetta var ekki á þessum svokallaða viðhaldslista í viðhald húsa. Þetta er líka rosalega stór framkvæmd og held að það sé gríðarlega mikilvægt að viðhald fyrir íþróttahúsið verði kortlagt svolítið, skoðað aftur í tíman hvaða viðhald er búið að vera undanfarin 10 ár, hvaða viðhald þarf næstu 10 árin, af því það er alveg klárt að það er ekki eftir að við séum að lenda í því við vitum að húsið er gamalt og það er byggt 76 og það er talsvert mikið viðhald var tekið á því 1990 og svo aðeins 2001 þegar nýtt íþróttahús er byggt en viðhaldið hefði mátt vera betra á húsinu, þannig það er mjög mikilvægt að fara í gegnum það, af því það er ekki hægt. Ég átti samtal við forstöðumanninn í dag að það er ekki, hægt að það sé verið að reyna að raða því, hvað er mögulega orðið vestfarið til þess að fara í. Þetta eins og með þetta komi núna í fangi okkur og það sé nauðsynlegt að fara í þetta, það liggur á þessu, en það lá ekki þannig á því þetta þurfti að koma inn til bæjarstjórnar, það fer bara í sinn feril. En auðvitað flýtu við ferlinu með því að samþykkja það að bæjarráð geri viðaukann. Þetta átti að fara hina leiðina og þá hefði þetta farið inn á bæjarráð. Ég er með tillögu eftir og lesa hana. En þetta var náttúrulega tekið fyrir í Hafna- og framkvæmdaráði 27. mars núna þessu ári og svo fundargerð var samþykkt í bæjarstjórn 28. mars að við vissum það að þyrfti að fara í þetta, þannig þetta er búið að liggja fyrir en þessar tölur kom ekki nema bara rétt fyrir fund. Bæjarfulltrúi Sigursveinn Þórðarson sat náttúrulega þennan fund og veit það, en ég ætla að fá með leyfi forseta að fá að lesa upp tillögu. Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkir að fela fjármálastjóra bæjarins að gera drög að viðauka upp á 55 milljónir króna fyrir fjárhagsáætlun 2019 vegna viðgerða á þakleika íþróttahúsinu sem lagður verður fyrir bæjarráð í framhaldinu. Það er bara bæjarráð sem mun formlega samþykkja viðaukann. En við myndum gera þá bæjarstjórn beini því til framkvæmd á Hafnaráðs að láta framkvæma heildarúttekt á ástandi íþróttahússins, viðhaldsþörf og þörf á endurbótum til næstu 10 ára. Þakka Írisi Róbsdóttur fyrir þetta. Ef ég náði þessu rétt að þá er komin viðauki við þessa afgreiðslu. Þar sem við samþykkjum afgreiðslu og bætum þessu viðauka við, þar sem að framkvæmdastjóra fjármálsins er falið að gera viðaukann og leggja fyrir bæjarráð
og jafnframt fylgdi þetta með í lokin með úttekt á framkvæmdum, ekki satt? Jú, það er enda stendur því að það er í samstarfi við. Þannig að náðu bæjarfulltrúar þessu? Framkvæmd og Hafnarráð séu það. Þannig en það er gott og gilt, það er orðið laust ennþá. Þegar bæjarfulltrúar vilja taka til máls. Þegar við ljúkum þessum 13. lið þá gerum við matarhlé. Þannig að þetta er til umræðu áfram. Þegar bæjarfulltrúar vilja það, en annars Eyþór Harðar, gjörðu svo vel. Forseti og fulltrúar, kannski ein bara svona praktísk spurning. Því að bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir talaði að það væri bara búið að vera 6 mánaða uppgjör og nú að fara inn í 4 mánaða uppgjör til að, eða upplýsingar. Hafa stjórnendur bæjarins ekki mánaðar uppgjör? Er það þannig að menn þurfa að bíða eftir 6 mánaða uppgjöri til að vita eitthvað? Eða það er svona aðeins að fá útskýring á þessu bara hvernig, svona, það var að tala þannig að menn vissi ekkert fyrir en það kæmi að þessum 4 mánuðum. Takk. Takk að Eyþóri Harðarsyni fyrir þetta. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson er snillingur í því að koma upp með húmor og stemmingu hér. Að sjálfsögðu er bærinn mjög meðvitaður og fjármálastjóri bæjarins og þeir sem stýra bænum stöðuna. Ég er að tala svo hægt sé að leggja fyrir pólitíkina til að taka ákvarðanir. Þau eru aðeins öðruvísi unnin. Og það eru öðruvísi gögn. Og það er ákveðin vinna sem þarf að taka út úr bókhaldinu hjá okkur. Auðvitað erum við meðvitaður hvernig málaflokkarnir eru nokkurn veginn að reka sig. Já, að sjálfsögðu. Já, en þetta er til framlagningar og það er meiri vinna fyrir fjármálastjóran. Þess vegna hefur þetta verið gert á 6 mánaða fresti, en það er mikilvægt vegna þess að það var kallað eftir því þegar loðnubresturinn var hér í vetur að við þyrftum að taka upp fjárhagsáætlun og þetta er svona, hvað ég að segja, viðleitni og bara þannig að halda líka kjörnu fulltrúum upplýstum. Þannig ég hef bara haldið að það væri til bóta, en þú ert engar ágjur að hafa því að það er alveg fylgst mjög vel með á bæjarskrifstofunni. Já, þá erum við upplýst þetta allt saman. Það er eflaust eins og við þekkjum í fjárhagsáætlunarvinnunni og fleira, það er fullt af lyklum og fleira sem þarf að færa á milli og stemma af innbyrðis, þannig að þetta er, ég get tekið undir það, en jafnframt fagna þessum 4 mánaða uppgjörum líka. Þetta er bara mjög upplýsandi fyrir okkur að fá þetta og það kom hérna bara áðan hjá bæjarfulltrúa Jónu Sigríði Guðmundsdóttur að þetta kæmi fyrir öll þá B-hluta félögin líka, þannig að ég veit ekki betur en að það hafi verið nefnt áður, þannig að þetta hlýtur nú allt saman að vera bara í vinslum og við þekkjum það líka, þetta tekur allt sem tíma líka. En við erum undir þaklekonum á sundlaugagangi í íþróttamiðstöðinni, það sem að ljóst er að þarna er þar viðbótar fjármagn. Viðaukinn liggur fyrir, hann var lesin hérna, er einhverjir bæjarfulltrúar sem vilja fá að heyra hann aftur? Það er enginn. Þá göngum við til atkvæða þetta, það gengur lengst þessi viðauki, þannig að þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Allir bæjarfulltrúar 7 sem samþykkja það, þannig að það er samþykkt. Þá eru liðir 2 og 4 til 6 sem liggja til staðfestingar, þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það er jafnframt 7 bæjarfulltrúar líka. Þar með er komið að því við tökum matarhlé.
Herðu, þá hefjum við þetta aftur. Það er 1959 eftir stutt matarhlé, fundur settur. Við erum undir lið 14 sem er Bæjar á Vestmannaeyjum. Fundur númer 3102. Það hefur verið óskað eftir umræðu. Lið númer 9, en aðri liðir í þessari fundagerð liggja til staðfestingar. Fasteignamat 2020. Í fréttatilkynningu frá Þjóðskrá Íslands kemur fram að fasteignamat árið 2020 hækkar að meðaltali 6% á landinu öllu og hækkar einna mest í Vestmannaeyjum, eða 16,6% af íbúðarhúsnæði og 14,7% í heildina. Fasteignamat er lagt til grundvallar fasteignaskatti sem er einn helsti tekjustofn sveitarfélaga. Niðurstaða stefna Bæjarráðs er að bærinn innheimti hóflega skatta en veiti á sama tíma framúrskarandi þjónustu. Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020 þarf að taka mið á nýgerðu fasteignamati Þjóðskrá Íslands og gæta þess að hækkun þess verði ekki og íþyngjandi fyrir íbúa og fyrirtæki bæjarins. Í haust verður framkvæmd prufukeyrsla á álagningu fasteignagjalda. Á þeim grundvelli verður hægt að ákveða hvenær endanleg álagning fasteignagjalda verður á næsta ári. Hver endanleg álagning fasteignagjalda verður á næsta ári. Bæjarráð óskar eftir að fjármálastjóri sveitarfélagsins reikni út mismunandi sviðsmyndir til lækkunar á fasteignaskatti vegna hækkunar á fasteignamati og leggi fyrir Bæjarráð eins fljótt og unnt er. Þá liggur orðið laust undir þessum lið. Það var ósk frá minnihlutunum að ræða þetta. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúi og gestir. Ég veit að bæjarráðsfulltrúi hafði óskað eftir því að þetta mál hefði kemur til dagskrár bæjarráðs og var hún tjáð að það væri nú þegar til umfjöllunar sem er gott. Enda varðar málið alla íbúa fasteignaeigendur í Vestmannaeyjum. Og við sjáum fram á þarna eins og kom fram í máli forseta og eins og hefur komið fram í fjölmiðlum að Þjóðskrá Íslands hefur að þessi gríðarlega hækkun sem að er boðuð 16,6% mun hafa áhrif veruleg á útgjöld bæjarbúa og var þarna tekin ákvörðun að í haust við fjárhagsáætlun vinnu yrði farið í það að skoða það að setja upp mismunandi sviðsmyndir. Ég tel að, og við hjá Sjálfstæðisflokknum, að það þurfi að ganga lengra. Við höfum hérna möguleika á að koma í veg fyrir að álögur á bæjarbúa verði hækkaðar. Það voru lífskjara samningar sem eru nýsamþykktir og þetta er klárlega að vinna gegn þeim. Við höfum tækifæri til þess að stilla álögum okkar á íbúa í hóf og vera ekki að seilast dýpra ofan í vasa þeirra en þörf krefur. Og ég tel að ef við höfum tækifæri til þess, að þá ættum við sannarlega að nýta það og ég legg hér fram bókun sem að felst í því að fastar verð að orði kveðið, en hún er á eftirfarandi máta með leyfi forseta. Sú mikla hækkun fasteignamats sem kynnt hefur verið hefur í för með sér hækkandi gjöld fyrir íbúa sveitarfélagsins. Mikilvægt er að sveitarfélagið axli ábyrgð vegna þessa og taki þegar í stað ákvörðun að álögur á íbúa sveitarfélagsins muni ekki hækka. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að fasteignaskattur verði óbreyttur óháð hækkun fasteignamats og þannig verði áfram haldið í þá átt að byggja hér upp eftirsóknarvert samfélag að búa í. Undir þetta rita bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Ég þakka Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Ég ætla að fá að leggja hér aðeins orði í belg undir þessum lið. Ég fagna
að þetta komið til umræðu. Þetta nú kannski ekki eina skipti sem að þetta hefur komið fyrir og við höfum nú töluverðan tíma framöndan til þess að ræða fasteignamatið þó að þetta sé nú alltaf tíminn sem að þetta nú kynnt. En það ljúft að segja frá því á fyrsta ári kjörtímabilsins þá lækkaði núverandi meirihluti á hálista álagsprósentuna á fasteignaskatti á íbúðarhúsnæði úr 0,35% í 0,33%. Það ríkti svo sem bara nokkuð sátt það. Þetta var reiknað alveg svo að vera að kynna í bæjarráðinu og ef við skoðum svo aftur og þetta hefur nú komið inn á áður og síðast á bæjarstjórnarfundi í desember á síðustu 2 kjörtímabilum undir stjórn Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum sem í minnihluta var fasteignaskattur einu sinni lækkaður fyrir íbúðarhúsnæði úr 0,42 í 0,35% og það var árið 2016. Hafa ber í huga að árið 2010 var álagning á per íbúa 43.708 krónur en árið 2018, 8 árum seinna, þá var sú tala orðin tvöfölduð, 84.449. Og þarna sjálfsögðu fullt af tækifærum eins og heyrið þegar talan tvöfaldast og hún heldur áfram að hækka. Þannig að þetta ekki einstakt. Og hafa ber einnig í huga að árið 2010 var útsvarsprósentan í Vestmannaeyjum 13,28%, hækkaði upp í 14,48% árið 2013, en svo lækkaði hún skyndilega kosninga árið 2014 í 13,98%. Svo hún hækkað áfram upp síðustu ár og í 14,46%. Þannig að mér leiðist seint að fara yfir þetta og ég svo sem fagna þessum áhuga en ég held að það sé ágætt að stíga varlega til jarðar og ég gerði mér nú það að leik að horfa á kosningamyndband fyrir rúma ári síðan þar sem ég spurði meðal annars þessara spurningu þá fyrrverandi bæjarstjóra. Þá spurði ég hvort það hefði verið mistök að lækka útsvæði á kosningar áður 2014. Orðrétt var mér sagt: fátt mér ljúfara heldur en að ræða álögur á bæjarbúa af því að eitt af allra mikilvægustu hlutverkum þeirra sem kosnir í bæjarstjórn að láta saman fara eins lágar álögur og mögulegt á bæjarbúa og eins hátt þjónustustig og mögulegt samhliða. Og svo kom stuttu seinna samhliða því sem við hækkum útsvarið þá lækkuðu fasteignagjöld á húsnæði. Ég get sýnt ykkur stutt línurit, þetta bara því verðið að fyrirgefa, þetta mjög mikið inn á áhugasviðinu, alveg svo leikskólagjöldin sem voru hæst í Vestmannaeyjum. Og það var bara gert þarna, þessi eina lækkun sem var þarna, auðvitað lækkaði krónutalan per íbúa, en hún stóð samt nánast í stað. Og mér finnst stundum vera svona að þyrla upp ryki og svona villa og ég held að það sé ágætis, ég fagna þess að segja, þessari afgreiðslu bæjarráðs, það voru allir sammála því, við förum í fjárhagsáætlunargerðina, þessi hækkun kemur ekki til fyrir næsta ári. Þannig að við höfum og höfum margoft sagt það að við stöndum fyrir ábyrga fjármálastjórnun, höfum það að leiðarljósi við fjárhagsáætlunargerðina og ég held að það sé alveg ljóst og það væri virkilega bara gaman eða væri hægt að lækka þetta mat núna 2 ár í röð sem hefur kannski ekki verið gert nema einu sinni þarna á undan þessu tímabili 2010 til 2018. Þannig að eins og segi, við viljum veita góða þjónustu alveg svo fyrrverandi bæjarstjóri sagði á þessu kosningafundi og ég held að það sé bara sannarlega rétt. Það búið að vera lengi á opnunartíman í sundlauginni, það búið að vera að gera eitt og annað meira og þannig ég held að ættum að bara stíga varlega til jarðar í þessu og mér langar bara til þess að eins og segi, það eru margir sem segja að ég sé kannski pínu kassalagur og svolítið fyrir línuritin en svona lítur þetta út. Einfaldlega. Þetta eru álögur per íbúa, síga tvöfaldast og svo útsvari hér sem lækkar skyndilega og hækkar. Svona lítur þetta nákvæmlega út. Þannig að mér finnst gaman af þessum tölulegu staðreyndum og ég treysti bæjarráðinu fullkomlega til þess að fara yfir þetta og ég fagna þessum áhuga en ég heldur síðan ekki að missa af neinu í þessu. En ég biðst afsökunar að hafa nýtt mér tækifæri sem forseti að hafa tekið fram fyrir núna og sagt nokkur orð áður en ég gaf orðið meira laust en það að sjálfsögðu laust ef bæjarfulltrúi verið að ræða þetta í sókn.
bæjarfulltrúar og gestir. Ég tek heils hugar undir eins og aðrir og eins og umræðan var í bæjaráði að við erum öll á því að við eigum ekki að vera að auka álögur þegar við þurfum ekki að gera það. Við eigum að gæta hófs þegar við erum að leggja álögur á fólk og fasteignagjöldin hafa hækkuðu 6,1% í fyrra á íbúðarhúsnæði, 5,7% í heildina. 6,1% þýddi talsverða peninga þegar við tókum ákvörðun að halda gjaldinu saman í að lækka fasteignaprósentinu 0,33% í staðan fyrir 0,35%. Ég tel það ekki ábyrgt að taka ákvörðun það að lækka fasteignagjöldin. Það er að taka ákvörðun að við ætlum okkur ekki að fara með álögurnar háttu. En við verðum að vita hvað við erum að lækka, við verðum að fá keysluna á þessu og vinna þetta nákvæmlega eins og við gerðum í fyrra. Ég er mjög glöð að heyra að það vilji hjá allri bæjarstjórn til þess að hækka ekki álögur á fólk og þá hef ég engar áhyggjur af því þegar þetta kemur inn í vinnuna við fjárhagsáætlun að við verðum ekki sammála að ná lendingu í því. En við skulum gera þetta bara í réttri röð og ég vil fá að leiðrétta að það kom fram í máli Hildar Sólveigar Sigurðardóttur bæjarfulltrúa áðan. Hún náttúrulega sat ekki í bæjarráðið og kannski þá aðeins eitthvað misskil í bókunina. Sviðsmyndirnar eiga að koma fram mikið fyrr heldur en í haust. Já, þannig að þær munu liggja fyrir. En ég rakst á svolítið skemmtilega grein sem kom í Morgunblaðinu núna 19. júní og frá félagi atvinnurekenda. Og þar setja þeir fram þróun fasteignagjalda hjá 12 stærstu sveitarfélögunum á landinu og það farið yfir tímabil, 5 ára tímabil sem 2014 til 2018, álagningin þessi ár. Það sem við vorum að ákveða að lækka var álagningin fyrir 2019 og það sem við erum að ræða hér álagning fyrir 2020 og við höfum tíma. Hún ekki komin á þó það ekki ákveðið hér í kvöld. Þannig við höfum bara nægan tíma, þannig svo því sé haldið til haga. En fara aftur í þessa skemmtilegu grein. Af þessum 12 stærstu sveitarfélögum þá fær Reykjavík svolítið á baukinn hjá formanni félagsins og bara segir að Reykjavík hafa hækkað 37% á þessum 5 árum. Og það þykir nú ekki góður pakki. En gjöldin hækkuðu á þessu tímabili þrátt fyrir lækkun 33% í Vestmannaeyjum. Sem bara mikil hækkun. Úr 61.000 á hvern íbúa í 84. Það því mikilvægt að halda álögum eins lágum og hægt á íbúa og líka fyrirtæki. Vegna þess að það að hækka líka gríðarlega álagið á fyrirtæki og fasteignamatið. Og þessar álögur eiga að endurspegla þann kostnað sem sveitarfélagið verður fyrir því að veita þá þjónustu sem á bakvið bæði skatta og gjöld sem sveitarfélagið fær til sín. Þannig ég held að það sé mjög ábyrg fjármálastjórnun að lýsa því yfir að við séum öll tilbúin að fara í þetta og viljum ekki velta þessu út eins og kemur fram í bókuninni, velta þessu yfir á íbúa og fyrirtæki, það líka tala um fyrirtæki og að við fáum þessar sviðsmyndir, hvað þýðir þetta og hvað þýðir hitt, að því við þurfum líka að huga að því, ef að krónutalan stendur í stað þá erum við að fara lengra heldur en, þá erum við að lækka á móti, þannig að við þurfum bara að fá þetta í krónum og aurum og miða við það hvað þetta góður samhljómur það að vera ekki að hækka álögur, þá hef ég bara engar áhyggjur af því að við klárum þetta ekki í fjárhagsáætlunargerðinni. Enda bara svo ætlum ég bara að minna á það að við erum í ári sem var loðnubrestur í og við höfum eftir að sjá hvernig þetta ár klárast, en að sjálfsögðu erum við öll sammála um það að 16,7% sem að koma inn á 16,6% sem að koma inn á íbúðarhúsnæði, það allt og hátt. En við skulum taka þessar ákvarðanir þegar tölurnar og sviðsmyndirnar liggja fyrir. Þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar að ræða þetta? Kannski aðeins. Njáll Ragnarsson, gjör svo vel. Forseti, það mér ánægju efni að öll bæjarstjórn sé sammála í þessu máli og bæjarráðið í umræðum í bæjarráðið þá kom náttúrulega það bersýnilega ljós og það voru allt bæjarráðið var einhuga þetta og þessar sviðsmyndir sem eru þarna tilteknar í þessari bókun út í bæjarráðinu að það náttúrulega að þessu var bætt í rauninni inn í niðurstöðu fundar bæjarráðs eftir
eftir umræður, þannig að hérna, slík var nú samstæðan meðal allra að hérna, þetta var bara virkilega, og allir virkilega sammála þetta. Það er náttúrulega liggur fyrir að 16,eitthvað% hækkun á fasteignamati, að það er mjög drjúgt ef við gerum ekki ráðstafanir þá varðandi fasteignaskattinn sem er reiknað út frá því. Þannig að ég sé fyrir mér svona með við óbreyttar hérna, aðstæður að þá getum við lækkað þennan fasteignaskatt að einhverju leyti og þannig að tilfinnalega komið þetta ekki við buddu almennings í Vestmannaeyjum sem nemur umfram það sem nemur kannski þessum eðlilegu vísitölu hækkunum á gjaldaliðum í fjárhagsáætlun. Þannig var í rauninni umræðan og þannig sé ég þetta fyrir mér. En auðvitað er það þannig, og þess vegna var því nýtt inn í niðurstöðu Bæjarráðs að þessar sviðsmyndir verði teiknaðar upp að við fólum fjármálastjóranum að gera það, að þá sé hægt að nota þær og byggja á þeim þegar við förum í það að ákveða þessa prósentu endanlega við gerð fjárhagsáætluna núna í hérna, haust. Þannig að þar koma þessar hérna, sviðsmyndir og auðvitað þurfum við náttúrulega að vanda okkur í því að fylgjast með hvernig tekjur hérna, þróast hjá okkur og hvernig, eins og bæjarstjóri Íris Ómarsdóttir benti á hérna varðandi þennan loðnubrest, þannig að það ekki öll áhrifin komið fram þar. Þá eftir að skipa, eða sem það eru þessar útskipanir sem að fara væntanlega ekki fram á loðnu að minnsta kosti, og svo þurfum við náttúrulega að sjá hvernig við erum með síld og makril og annað, þannig að við förum varlega í þessu og í Bæjarráði að þá var í rauninni algjör samstæðu það að við þurfum að við mögum ekki fara á geist, við mögum ekki taka einhverjar ákvarðanir á þessum tímapunkti hérna í lok júní fyrir fjárhagsáætlun 2020. Þannig að við hérna, en þessar sviðsmyndir verða lagðar fram og gagnast okkur þá í þeirri fjárhagsáætlunarvinnu sem við förum í haust. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þetta, þennan lið, 9. lið, fasteignamat? En svo ekki, þá ætla ég að lesa hér bókun sem að meiri hluti leggur fram. Það er E&H-listi leggur fram eftirfarandi bókun. Undir stjórn núverandi meirihluta E&H-lista lækkaði álagsprósent á fasteignaskatti á íbúðarhúsnæði fyrir árið 2019 úr 0,35% í 0,33%. Á síðustu 2 kjörtímabilum undir stjórn Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum sem nú er í minnihluta var fasteignaskattur einu sinni lækkaður fyrir íbúðarhúsnæði úr 0,42% í 0,35% og var það árið 2016. Vakinni athygli á því að árið 2010 var álagning per íbúa 43.708 krónur en árið 2018 var hann komin í 84.449 krónur per íbúa. Það er tæplega tvöföldun álagningar á þessu tímabili. Vakinni athygli á því að árið 2010 var útsvarsprósent í Vestmannaeyjum 13,28% og hækkaði upp í 14,48% árið 2013. En á kosningaárinu 2014 lækkaði hún í 13,98% og hækkaði svo næstu ár upp í 14,46%. Núverandi meirihluti E&H-lista leggur áherslu á ábyrga fjármálastjórnun og mun við fjárhagsáætlanagerð næsta árs halda áfram að einbeita sér að því að áætla eins lágar álögur og mögulegt er á bæjarbúa og bjóða upp á eins hátt þjónustustig og mögulegt er samhliða. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessum lið. Var þetta ekki bókun? Ég tók þetta sem bókun. Það var lagt til. Ég get koma að lesa þetta. Ég tók þetta sem bókun. Já, ég tók þetta sem bókun fyrirgefðu, þannig að ég myndi gjarna vilja heyra þetta bara aftur. Ég býst vel virðingar ef þetta verið óskýrt, ég hef kannski ekki tilgreint það sérstaklega. En tillagan hljóðar svo mikla hækkun fasteignamats sem kynnt hefur verið hefur í för með sér hækkandi gjöld fyrir íbúa sveitarfélagsins. Mikilvægt er að sveitarfélagið axli ábyrgð vegna þessa og taki þegar í stað ákvörðun að álögur á íbúa sveitarfélagsins muni ekki hækka. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að fasteignaskattur verði óbreyttur óháð hækkun fasteignamats og þannig verði áfram haldið í þá átt að byggja hér upp eftirsóknarvert samfélag að búa í. Ég biðst aftur afsökunar, ég tók þetta sem bókun en hér vill
Njáll Ragnarsson fyrir mitt leyti kemur þetta fram í bókunni og bókum Bæjarráðs, þannig að ég hef ekki miklar áhyggjur af tillögunni. Það hefur jafnframt svo við brúum hér bilið aftur. Það er alltaf gaman þegar bæjarfulltrúar taka smá svona umræðu og ég fæ tækifæri með leyfi varaforseta að ræða hér málið þá á meðan. Að ég tek heilshugar undir þetta allt saman að það var loðnubrestur og ýmislegt. Við vorum að ræða 4 mánaða uppgjör líka áðan og svona eitt og annað sem á eftir að koma í ljós, og fyrir mitt leyti hefði ég nú áhuga á að hafa upplýsingar í höndunum áður en ákvörðun er tekin, en ég held að það liggi ljóst fyrir að einhver lækkun mun vera, en það eru vísitöluhækkanir, það er aukin þjónusta og fleira sem við erum að veita líka. Þannig að ég er ekki mjög spenntur fyrir að lofa upp í erminn á mér, en þegar bæjarfulltrúar vilja ræða þessa tillögu þá er það opið, en annars held ég að við þurfum að enda á því að greiða atkvæði hana eða gera breytingatillögu eða eitthvað sem að gengur lengra. Ég myndi vilja óska eftir því að gera frávísunartillögu og vísa sinni Bæjarráð. Það er tillaga sem að gengur þá enn lengra væntanlega heldur en þessi tillaga. Ég skal færa rök fyrir því í... Þá heyrist mér að hér sé bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson að biðja orðið. Gjörðu svo vel, Njáll. Já, forseti. Sko, mér líst alls ekkert illa á þetta, enda held ég að allir bæjarfulltrúar séu algjörlega sammála í þessu máli. En niðurstaðan eins og hún kemur fram í bókunni Bæjarráðs gengur út af það að við, sem sagt, þegar við förum í fjárhagsáætlunarvinnu í haust, þá getum við glöggvað okkur á þeim tekjum og þeim gjöldum sem að koma til með að verða lagðar til grundvallar þeirri vinnu fyrir næsta ár. Þannig að sko, mér finnst ekki gaman að fella þessa tillögu, en ég myndi eiginlega bara vilja að við tækjum bara þetta inn í Bæjarráð og ég myndi vilja óska eftir því að fá að leggja hérna fram tillögu sem væri sem að við hljóðu upp á það að við vísum þessari tillögu inn í Bæjarráð og tökum umfjöllun um hana þar. Hvað segirðu? Já, en það var ekki þessi niðurstaða hefur náttúrulega ekki við til umfjöllunar þar. Þannig að mér þætti eðlilegast að Bæjarráð, því að Bæjarráð sér það að sjá fjárhagsáætlunar gerðina og stillir henni upp fyrir bæjarstjórn til samþykktar, og þá þætti mér eðlilegt að við tækjum þetta spjall inn í Bæjarráði og þá væntanlega í samhliða því sem að við tökum fyrir þessa mismunandi sviðsmyndir sem að við ætlum að fá uppteiknaðar fyrir. Þannig að ég myndi vilja leggja þetta til við bæjarstjórn. Þá er eins og ég skil þetta samkvæmt bæjarmálsamþykktinni að þá er komin hér annaðhvort breytingatillaga eða viðaukatillaga. Mér heyrist þetta að vera viðaukatillaga þar sem að er búið að bæta við tillögur sem borin var fram hér áðan að vísa þessu inn í Bæjarráð. Get sjálfur tekið undir það. Jafnt og við gerðum hér áðan varðandi fjárveitinguna þegar þurfti að búa til varðandi íþróttahúsið. Þannig að hér hefur borið samkvæmt bæjarmálasamþykktinni þá skrifleg tillaga. Þá reynir á forseta bæjarstjórnar að lesa þetta allt saman sem betur fer stutt, en hér á að standa sennilega bæjarstjórn vísar tillögu sjálfstæðismanna til Bæjarráðs til efnislegrar umræðu. Það er ekki rétt hjá mér? Það er rétt. Yes. Vilja bæjarfulltrúar að ræða þetta? Já. Eyþór Haraldsson, gjörðu svo vel. Já, við skulum bíða með að það er ekki samþykkt til tillaga. Já, ég þarf bara Það þarf að setja hann inn. Já, fyrir ekki að. Forseti bæjarfulltrúar. Jú, þessi umræða er eiginlega á þeim nótum að við erum öll sammála, og það var, má segja, kannski svona andinn í tillögunni hjá okkur var sá að
það væri eiginlega ekki eftir neinu að bíða að láta fólk bæjarbúa vita af því að álögur myndi ekki að hækka meir en eins og Njáll nefnir, Njáll bæjarfulltrúi, meir en verðlag gefur tilefni til. Þetta erum við ekki og því töluðum sko bara til að taka af allan misskilning, við erum ekki að biðja um að lækka fasteignagjöld, við erum að gera tillögu náttúrulega að álögur verði ekki auknar á bæjarbúa út af þessu fasteignamati sem er komið fram og það eigi ekki eftir held ég að koma neina miklar upplýsingar nýjar í því. Það sé bara á einhverjum húseignum sem voru metnar á 35 milljónir í fyrra, við erum metnar núna á 41 milljón hjá einstaklingum sem búa bara í einhverju húsnæði og ekkert að fara að selja og muni ekkert þéna á þessu verðmati sínu eða fasteignamati. Þannig að þetta er í rauninni bara, þó að áskorun hafi verið að byrja þessa happ í 100 degi á morgun, þá er þetta nú eiginlega svona næstu í orðið byrja núna með að við erum öll sammála. Fleiri bæjarfulltrúar að ræða þessa viðaukatillögu sem borist hefur, svo reynum við að fara að vinda ofan þessu öllu saman. Svo ekki, þá legg ég þessa viðaukatillögu fram til atkvæðagreiðslu. Viðauki við tillögu sem að Hildur Sólveig Sigurðardóttir bar hér fram áðan og bætist á við hana að bæjarstjórn vísar tillögu sjálfstæðismanna til bæjarráðs til efnislegrar umræðu. Við bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þannig að það er besta mál, þá er þessum liður samhliða samþykktur. Í þessu og við förum í 15. lið. Nei, það er 1 til 8 til staðfestingar. Já, fyrirgefðu. Það er nú óbáslega gott að hér séu vakandi bæjarfulltrúar sem að leiðrétti mig. Þannig kannski það er liður 1 til 8 sem liggja til staðfestingar. Það er bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir. Í fundagerð bæjarráðs Vestmannaeyja númer 3102 gefur atkvæðamerki sem samþykkja það. Það eru allir bæjarfulltrúar. Já, Njáll Ragnarsson óskar eftir að fá að gera grein fyrir atkvæði sínu undir þessum lið. Þessu vel. Forseti, þar sem að þessi fundur 3100. og annar fundur bæjarráðs var síðasti fundur Trausta Hjaltasonar og þá langaði mér sem formanni bæjarráðs að nota þetta tækifæri og þakka Trausta fyrir gott samstarf í ráðinu. Ég hef nú yfirleitt alltaf gaman að þessum fundum í bæjarráði og litt bæjarstjóra. En hérna, það er bara búið að vera virkilega gaman að vera með Trausta þarna inni og ég býð að sjálfsögðu Hildi Sólveigu nýkjörin bæjarráðsmann velkomna til starfa í bæjarráði. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir þetta. Þá get ég farið og sagt aftur við ykkur að við erum búin að ljúka lið 14 og förum í lið nr. 15 sem er fundagerð fjölskyldu- og tómstundaráðs nr. 230. Það er liðir 1-4 sem liggja til staðfestingar þegar bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefið atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá förum við í lið nr. 16 sem er fundagerð umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja. Það er fundur nr. 307, það er liðir 1-11 sem liggja fyrir til staðfestingar þegar bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefið með atkvæðamerki. Það eru jafnframt 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá vindum við okkur í almenn erindi. Það er 17. mál á dagskrá umræðum samgöngumál. Það er Íris Róbertsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. 15. júní var ánægjudagur. Þá fengum við loksins segir einhver nýja ferju sem að var svolítið lengi að koma til okkar. Það var búin að bíða frá því í lok mars eftir því að geta komist en hún er komin. Þetta er langt ferli og er vonandi að taka enda mjög fljótlega þar sem núverandi nýja ferjan okkar er að við getum sagt að æfa sig og það er verið að laga mannvirki, ekjubrýr og annað hluti sem þurfa að ganga upp og þarf að vera að nota fyrir báðar ferjur. Þannig að sú vinna er í gangi en það er alltaf einhverjar svona smá tafir en
staðan eins og hún núna þá vonast eftir því að fljótlega upp á mánaðamótum verði ný ferja farin að sigla. Mig langar að þakka öllum sem komu að þessu sem snýr að nýju ferjunni. Mig langar að þakka áhöfninni og þeim sem að fara að sigla og þeim sem sigldu heim og búin að vera við verkin úti. Öllu starfsfólkinu, stjórninni, fyrrverandi og núverandi bæjarfulltrúum sem hafa verið í kringum þetta verk, vegagerðinni, smíðanefndinni og síðast en ekki síst Sigurði Inga. Og ég vona að ég sé ekki að gleyma neinum. Og ef ég að gleyma þeim þá þakka ég þeim líka. En ég vil bara að við minnum okkur á það að þetta var mikill ánægjudagur. Það var á 3000 manns sem kom og skoðaði skipið þessa helgi. Það var eftir sýnis bæði laugardag og sunnudag og þetta var bara okkur til sóma. Þó að væri grenjandi rigning, að himnarnir grétu og gleði yfir að skipið verið loksins komið heim. Það rigndi þarna akkurat í þessa 3 tíma á laugardeginum sem að athöfnin stóð yfir. En þetta verður frábært og ég hlakka mikið til þegar skipið fer í sína fyrstu ferð upp í landi. Þakka Írisi Rópsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri ræða þetta almenna erindi umræða samgöngumál. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil taka undir það sem áður hefur verið sagt. Mikið fagnaðarefni að skipið komið heim og verður enn meira þegar þetta hefur hafið siglingar. Með leyfi forseta vil ég fá að lesa bókun. Nýr Herjólfur án efa stærsta afmælisgjöf Vestmannaeyinga nú þegar við fögnum 100 ára kaupstaðarafmæli Vestmannaeyja. Langþráður draumur Eyjamanna nýja ferju varð að veruleika þegar nýr Herjólfur, sjá fjórði í röðinni, lagðist að bryggju í Fríðarhöfn laugardaginn 15. júní síðastliðinn. Fjöldi manns var mættur til að fagna komu skipsins sem á eftir að stórbæta samgöngur í Landeyjahöfn. Nýji Herjólfur hannaður fyrir Landeyjahöfn, ristir minna og lætur mun betur á stjórn en gamla ferjan. Koma ferjunar stórt framfaraskref í samgöngusögu Vestmannaeyja. Og það var líka að sjá og heyra á gestum við móttöku skipsins þar sem áætlað að 3000 manns hafi skoðað ferjuna. Stefnt á að nýja ferjan hefji siglingar næstu mánaðamót. Bæjarstjórn þakkar öllum þeim sem komið hafa þessu stóra og veigamikla verkefni fyrir vel unnin störf. Þakka Jónu Sigríður Guðmundsdóttur fyrir þetta. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég tek undir það sem hér hefur verið sagt. Þetta var virkilega gleðidagur og maður fann spennan var áþreifanleg fyrir komu ferjunar. Vestmannaeyingar flykktust hérna út á Nýja-Hraun að læðast til þess að sjá hana áður en hún kom formlega inn til hafnar þar sem hún sigldi svo í kringum Vestmannaeyjar og verulega ánægilegt og skipið er virkilega fallegt og upplifunin að koma þangað inn er jafn ánægileg og að vita að ferjan sé komin heim og við bíðum með mikill eftirvæntingu að fá að pröfa að ferðast með henni og mér skilst að fyrsta ferð sem var farin síðasta föstudag hafi verið ánægileg og þeir sem hana sátu hafi talað að það væri nánast eins og að fara með skemmtiferðaskipi. Það væri engin hávaði og engin Herjólfslykt ef við getum svo kallað og svo skils mér að skipið sé á leiðinni að fara í pröfusiglingar til Þorlákshöfn vonbráðar á morgun. Þannig að það er virkilega spennandi að fá að prófa þessi nýju ferju. Ég held líka með útlitið að menn hafa talað eins og bara upplifunin að koma inn í salinn þar sem gluggarnir eru stórir og við sjáum betur þessa fallegu innsiglingu sem við höfum. Þetta verður virkilega spennandi og vonandi stendur hún undir öllum þeim væntingum sem við höfum til hennar. Þannig að það verður gaman að fá að fylgjast með því og ég held ég tali fyrir alla bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins þegar við munum taka heils hugar undir þá bókun sem hér hefur verið lögð fram. Takk.
Ég þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Ég held að það sé ljúft og skylt að leyfa sér bókun að ganga hérna að frá mig sem ég var að klára hvít á. Og gefa bæjarfulltrúum sem að þess óska að taka til máls undir lið nr. 17, samgöngumál. Annars held ég að þetta sé nú orðið nokkuð gott. Þannig að ég heyri ekki neitt sem að eða sé neitt sem gefur mér merki, þannig að við þurfum ekki að greiða neinn sérstök atkvæði um þetta er almenn umræða, þannig að við erum ekki að samþykkja neitt. Þannig að ég lýk þessum lið nr. 17 og við tökum þá fyrir lið nr. 18, almennt erindi umræða sjávarútvegsmál. Íris Róbersdóttir, gjörðu. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Áratugaskeið hafa Íslendingar borið gæfu til þess að byggja sínar veiðar á aflamarkskerfi. Með því hefur okkur tekist að byggja upp langtíma hugsun sem er nauðsynleg með tilliti til góðrar umgengni við auðlindina, markaðsstöðu og styrkja þannig rekstrargrundvöll íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja. Einn megin þáttur aflamarkskerfisins er frumkvöðarréttur og veiðireynsla. Þannig var aflahlutdeildin fundin upp í upphafi og hefur verið allar götur síðan í fjölmörgum tegundum sem á eftir komu. Þar má til dæmis nefna tegundir eins og gulllax, blálöngu, litlakarfa, kolmuna og nú síðast lýra. Allar tegundir sem komnar eru í aflamarkskerfið og úthlutun var byggð á aflareynslu þeirra sem sinntu veiðunum á þessum tegund fyrir hlutdeildarsetningu. Aðilar sem lögðu í þær fjárfestingar sem þurfti til að stunda viðkomandi veiðar bjuggu til þekkingu á veiðunum, vinnslunni og mörkuðum voru sem sagt frumkvöðlar. En nú á að kasta öllum fyrirsjáleika fyrir róður og taka upp mjög sértæka stefnu við úthlutun á aflaheimildum í makríl. Útgerðir í Vestmannaeyjum og starfsmenn þeirra voru frumkvöðlar í makrílveiðum og eiga stóran þátt í því að skapa Íslandi veiðireynslu á makríl og var til dæmis hlutur eyjaskipa á fyrstu árunum í makrílveiðum tæp 40% af heildarveiði Íslendinga. Á þessum tíma lögðu útgerðir í Vestmannaeyjum áherslu á að veiða makríl með því að fjárfesta í nýjum fiskleitartækjum, þróun veiðafæra, byggja upp þekkingu á aflameðferð, leita vinnsluleiða og markaðstækifæra, þar að segja þeir gerðu allt það sama og þær útgerðir sem fengu úthlutaða aflahlutdeild í gulllaxi, í blálöngu, í litlakarfa, í kolmuna, í hlýra nokkrum árum fyrr sem byggt var á aflareynslu. Ef úthlutun á aflamarki makríl fylgir sömu leikreglum og aðrar tegundir frá árinu 2011 þá væri hlutur Vestmannaeyja í makríl rúm 33% í dag. En á síðasta ári, 2018, var hann rúm 25%. Þetta þýðir að frá árinu 2011 hefur aflamark í makríl fyrir Vestmannaeyjar verið rúmum 93.000 tonnum minna en hann vera hefði. Til samanburðar þá hefur heildarafli í makríl 3 stóru uppsjávarfyrirtækin í Eyjum verið 107.000 tonn að meðaltali á ári síðan 2011 og þetta þýðir eiginlega að það sé verið að taka heilt ár af okkur á þessu tímabili í afla og aflaverðmæti og þetta eru sláandi tölur. Við eigum ekki að vera að bjóða upp á einhvers konar hentistefnu eða geðþótta ákvarðanir varðandi hugsanlega framtíðarúthlutanir. Mikilvægt er að leikreglur séu skýrar og menn geti gengið að því vísu að ef þeir baki brauðið að þá fái þeir að njóta þess líka. Ég þakka Írisi Róbersdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessar umræðu sjávarútvegsmál. Þetta er afar athyglisvert. Ef það er ekki fleiri sem vilja taka til máls, þá er hér bókun sem ég skal taka mér að bera upp. Bókunin hljómar svona: og það áratugaskeið hafa Íslendingar borið gæfu til þess að byggja veiðar sínar á aflahlutdeildarkerfi
Með því hefur Íslendingu tekist að byggja upp langtíma hugsun sem nauðsynleg með tillit til góðrar umgengni við auðlindina, markaðsstöðu og styrkja þannig rekstrargrundvöll íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja. Einn meginþáttur aflahlutdeildarkerfisins frumkvöðlaréttur og veiðireynsla. Allt tegundir sem komnar eru í aflamarkskerfið og úthlutun var byggð á aflareynslu þeirra sem sinntu veiðum á þessum tegundum fyrir hlutdeildarsetningu. Aðilar sem lögðu í þær fjárfestingar sem þurfti til að stunda viðkomandi veiðar bjuggu til þekkingu á veiðum, vinnslu og mörkuðum svo sem frumkvöðlar. Sem sagt frumkvöðlar áttu þetta að vera. Útgerðir í Vestmannaeyjum og starfsmenn þeirra voru frumkvöðlar í makrílveiðum og eiga stóran þátt í því að skapa Íslandi veiðireynslu á makríl og til dæmis að hlutur eyjaskipa á fyrstu árum makrílveiðarinnar tæplega 40% af heildarveiði Íslendinga. Á þessum tíma lögðu útgerðir í Vestmannaeyjum áherslu á að veiða makríl með því að fjárfesta í nýjum fiskleitartækjum, þróun veiðarfæra, byggja upp þekkingu og aflameðferð, leita vinnsluleiða og markaðstækifæra. Það er að segja, þeir gerðu allt það sama og þær útgerðir sem fengu úthlutað aflahlutdeild í gulllaxi, blálungu, litlakarfa, kolmunna og hlýra nokkrum árum fyrr byggt á aflareynslu. Ef úthlutun á aflamarki í makríl hefði fylgt sömu leikreglum og aðrar tegundir frá árinu 2011 þá væri hlutur Vestmannaeyja í makríl rúm 33% í dag en á síðasta ári 2018 var hann rúm 25%. Meirihluti bæjarstjórnar Vestmannaeyja skorar á sjávarútvegsráðherra að virða frumkvöðlareynslu og fara eftir þeim leikreglum sem hafa verið í gildi en ekki bjóða upp á ófyrirséðar ákvarðanir varðandi hugsanlega framtíðar úthlutanir. Mikilvægt er að leikreglurnar séu skýrar og þeir sem eru frumkvöðlar viti að þeir njóti þess eins og verið hefur. Annars er hvatinn engin. Ég get alveg deilt í að þessi bókun er í lengra lagi en ég held að hún sé okkur afar mikilvæg enga síður. Þetta skapar okkur miklar skatttekjur hér inn í samfélagið. Þannig að já. Hér ég ætla nú ekki að leggja það á neitt sem er að fylgjast með okkur í útsendingu eða hér inni að fara að lesa þetta aftur, þannig að ég leyfi þessari bókun bara að ganga hér á milli bæjarfulltrúa og þetta hljómar allt skynsamlega í mínum eyrum en eins og segi þetta hljómar líka í takt við það sem við ræddum hér fyrir á fundunum að lækka álögur á íbúa, minni fasteignaskatt og fleira en við þurfum einhvern veginn að hafa fyrir því sem við erum að standa frammi fyrir í þjónustu og fleira. Sjálfsögðu hjálpa þetta okkur í því að fá auknar skattekjur. Þannig að allt hjálpast þetta að en ég er alveg viljugur til að gefa orðið laust líka ef að bæjarfulltrúar vilja koma og taka til máls. Eyþór Haraldsson, hvers vel? Forseti, góðu bæjarfulltrúar. Þetta er allt hárrétt sem að bæði Íris og bókunin er að fjalla um. Ég er nú búinn að vera með í þessu makrílævintýri frá byrjun og á árunum 2007 til 2009 þegar að veiðar voru stoppaðar og 2010 var gefinn út kvóti. Þá var nú sjávarútvegsráðherra sem neitaði að fara eftir lögum og sagði að hann þyrfti þess ekkert og ætlaði bara að leyfa fleirum veiða makríl heldur en lögin sögðu til eða útdeila eftir lögunum. Og þetta komust menn bara upp með í nokkur ár í röð eða fram til þessa, þegar núna í ár sem hefur verið fyrst að breyta þessu, að setja þetta í hlutdeild, þrátt fyrir að sé búið að dæma þetta ólöglegar úthlutanir 2015 ef maður rétt og valda þá þeim sem að rétt höfðu samkvæmt lögum á þessum veiðiheimildum ómæltu tjóni og ríkið í rauninni er nú þegar orðið skaðabótaskylt gagnvart fyrirtækjum í bænum sem að höfðuðu mál.
Þannig að það er búið að viðurkenna lögbrotið, en á þessum 8 eða 9 árum núna sem að er búið að úthluta þessu ólöglega, þá eru menn náttúrulega búin að búa til nýja veiðireynslu á því tímabili og þar með verður þessi skerðing eða þessar upphaflega veiðireynsla sem átt að koma í hlut okkar eyjaskipanna, hún er búin að dreifast víða eða svona til útgerða í kringu landið, sem er náttúrulega ekki ósanngjarnt úr því að það var dæmt að þetta hefði verið lögbrot, en svona er nú lögin, menn geta breytt þeim og í stað þess að við ættum hérna 33% eins og kom fram hérna áðan, þá erum við bara með 25% aflahlutdeild í makríl. Þannig að ég styð og á ekki von á öðru en að við öll í Sjálfstæðisflokknum styðjum þessa tillögu, enda er þetta bara allt hárrétt og við styðjum þetta. Þakka Eyþóri Harðarsyni fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar tjá sig undir þessum lið? Umræðan sjávarútvegsmál. Það er heldur betur að styttast í annan endan á sig hjá okkur, en því að við ljúkum þessu máli númer 18, umræðan sjávarútvegsmál, þar sem enginn hefur gefið með merki að ræða það frekar, þá förum við yfir í mál númer 19 og almennt erindi Herjólf 3. Það er Hildur Sólveig Sigurðardóttir sem ætlar að fá að taka til máls til fyrst. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, tilefni þessa erindis var það að 8. júní síðastliðinn kom fram grein í Morgunblaðinu og hana var fjallað meðal annars á vefmiðlum Eyjamanna, þar sem verið var að tala að slysavarnaskóli sjómanna væri að horfa hýruauga til Herjólfs 3. sem framtíðar skólaskip fyrir stofnunina, og það kom svo sem hefur komið til eyrna bæjarfulltrúa áður þegar að Jón Gunnarsson var samgönguráðherra, að þá hafði hann fengið svona ákveðinn þrýsting gagnvart því að Sæbjörgin, fyrrverandi Akraborgin væri komin til ára sinna. Hún hefur ekki haffæri getur ekki farið út á sjó í kennslu sinni, og verið hefur mikill þrýstingur á samgönguyfirvöld að uppfæra þann skipakost, og hugsanlega eðli málsins samkvæmt þegar að stofnunin sér að í einhverju sveitafélagi er verið að fara að uppfæra skipakostinn, að því hvort að sú ferja henti. En það er svo, eins og við þekkjum hér öll, að þá hefur Herjólfur 3. sinnt okkur gríðarlega vel. Hann hefur verið mjög gott sjóskip og hann hefur reynst vel oft við mjög erfiðar aðstæður, og við skulum ekki gleyma heldur því starfsfólki sem á honum hefur unnið. Og hann í rauninni mun halda áfram. Það var tryggt í samningum við Vegagerðina við yfirtöku á rekstri Herjólfs að samhliða yrði Herjólfur hér að minnstakosti til 2 ára. Og það eru auðvitað eins og hefur komið oft fram, það eru oft einhverju svona ungbarnakvillar í nýsmíðum, og því eðlilegt að hafa trausttæki til staðar. En samt sem áður er raun svo að Herjólfur 3. hefur verið á ítrekuðum undanþágu fyrir farþegaflutninga. Og við þessa frétt, eða þegar þetta kemur upp, að þá töldu bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins nauðsynlegt að nýta tækifærið og í rauninni svona svolítið verja það skip sem hefur sinnt okkur vel, og við viljum að sjálfsögðu halda því að ég tel áfram eins lengi og undir, og það er náttúrulega möguleikarnir á því að nýta það frekar séu til staðar. Og þess vegna fengu bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins þessa hugmynd að það eru klárlega tækifæri
í Vestmannaeyjum til þess að sinna til dæmis þeim störfum sem eru unnin hjá Slysavarnaskóla sjómanna hér í sveitafélaginu. Við vitum það að það er hafnsækin starfsemi í Reykjavíkurborg á undir högg að sækja og borgar yfirvöld þar hafa verið svona frekar, kannski ekki andvíg en það hefur ekki fallið í jafngóðan jarðveg þar eins og víðar landið. En þessi hugmynd að í rauninni bjóða fram Vestmannaeyjabæ sem höfuðstöðvar starfseminnar, en það eru tækifæri, það fræðasamfélagið hér mjög öflugt, við erum með mikið og gott fólk til kennslu, við erum með einstakar aðstæður og eins og hefur verið rætt margt gott að gerast, það koma hérna, eru komin hvalirnir í þessa glæsilegu hvalalaug og hvalalaugin sjálf gæti sannarlega hentað vel sem einstakur æfingarstaður fyrir björgunaraðgerðir. Og ég veit það að Sea Life, þeir hafa verið að íhuga einhverja aðra möguleika til notkunar á lauginni á þeim tíma sem að hvalirnir eru ekki þar til staðar. Og ég veit að starfsmaður Landhelgisgæslunnar sem að starfar þar við Sprengjusveitina, hann einmitt horfði hýru auga til laugarinnar þegar hann sá þar að þar gætu verið einstök tækifæri til að þjálfa til dæmis við björgunaræfingar á sjó við aðstæður sem að hvergi annars staðar væri hægt að nýta. Þannig að þess vegna vilja bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram eftirfarandi tillögu til bæjarstjórnar og hún hljóðar svo. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja mikilvægt að Herjólfur verði áfram í þjónustu í samgöngum við Vestmannaeyjar eins lengi og unnt en í samningum við Vegagerðina rekstur nýrrar Vestmannaeyjaferju var tryggt að hann yrði til taks fyrir samfélagið að minnsta kosti til 2 ára. Verði Herjólfur 3. á einhverjum tímapunkti fengið nýtt hlutverk til að mynda sem nýtt skólaskip Slysavarnaskóla sjómanna, líkt og minnst var á að stæði hugsanlega til í Morgunblaðinu þann 8. júní síðastliðinn, telja bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins það eðlilega ráðstöfun að starfsemi skólans yrði með höfuðstöðvar í Vestmannaeyjum. Sú ráðstöfun væri bæði skynsamleg og í takt við stefnu stjórnvalda, bæði sögum hlutfallslegra stærðar fagstéttarinnar í samfélaginu og nálægðar við útgerð og vinnslu. Slík ráðstöfun væri til þess fallin að fjölga störfum á landsbyggðinni og auka fjölbreytileika atvinnulífs í Vestmannaeyjum. Í Vestmannaeyjum öflugt fræðasamfélag sem gæti vel nýst við kennslu, nýsköpun og eflingu fræðslunnar, en fjölbreyttar og góðar námsaðstæður eru einnig fyrir hendi í sveitafélaginu og meðal annars gæti ný, stór og glæsileg hvalasundlaug boðið upp á einstaka möguleika sem aðstæða til björgunaræfinga úr sjó. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hvetja því þingmenn kjördæmisins og samgönguráðherra að hafa það að markmiði við framtíðaráðstöfun Herjólfs 3 að Vestmannaeyjahöfn verði áfram heimahöfn ferjunnar. Takk fyrir. Já, Ég þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Ég held ég verði að fá að nýta aðstöðu mín aftur með leyfi varaforseta og þá að leggja hér orð í belg og spyrja jafnframt fulltrúa minnihlutans sem að koma með tillöguna hvort að það sé búið að ræða við Slysavarnaskólann og fleiri aðila. Maður heyrði nú oft í því meðal annars að það var ekki pláss fyrir gamla Herjólf hérna á tímabili þegar við vorum að berjast fyrir að hann yrði hérna til staðar. Þannig að það ýmis þættir líka. Slysavarnaskóla sjómanna, eftir sem ég best veit og hefur nú verið það nokkur sinnum, mjög sérhæfður og sérhæfður kennarar, sérhæfður búnaður og sérinnréttaður í kennslu og fleira. Þannig að mér þetta gaman að vita hvort sé búið að heyra í fulltrúum þeirra og Slysavarnaskóla sjómanna. Hann náttúrulega í eigu félagsins Slysavarnafélagsins Landsbjargar líka. Þannig að það er margt áhugavert í þessu en ég hef bara því miður ekki alla forsendur þó ég hafi töluverða innsýn inn í þetta en þá
gott að vera framsækin en það líka gott að hafa samráð við þessa aðila, þannig að mér finnst svona gott í það að nýta það tækifæri að svar við þessu spurningu. En orðið sjálfsögðu laust, svo við gleymum mér ekki því. Ef einhverju bæjarfulltrúar vilja taka til máls undir þessu. Það svara, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, hversu verður? Já, vissulega Slysavarnaskólinn, forseti bæjarfulltrúar og gestir, vissulega Slysavarnaskólinn í eigu Landsbjargar og vissulega en að sama skapi starfsemi Slysavarnaskólans í lögum, í fjárlögum og rekstur skólans að fullu á höndum ríkisins, þannig að eðli málsins samkvæmt hefur ríkið margt með starfsemi stofnunarinnar að gera. Varðandi samtal við stjórnendur, þá get ég alveg vel upplýst það að bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson átti samtal við skólastjóra Landsbjargar Slysavarnaskóla og það skal alveg segjast að skólastjórinn sjálfur var ekki ofboðslega spenntur fyrir hugmyndinni, enda held ég að við þær aðstæður þar sem að fólk spurt hvort að það vilji flytja sína starfsemi eitthvað annað en þar sem það með núna, að ég hugsa að þessi fæstir sem eru tilbúnir að hlaupa með það upp til handa og fóta, alveg eins og við höfum séð til dæmis í fordæmi gagnvart Fiskistofu, að þá oft tregða við slíkum málum, en auðvitað þurfum við sem bæjarfulltrúar hér að við þurfum að stíga niður og láta vita okkar vilja, að við séum tilbúin að taka við þessari starfsemi, eins og ég kom inn á hér áðan, varðandi Reykjavíkurhöfn, að hugsanlega myndi Reykjavíkurhöfn taka þessari tillögu fagnandi, þó svo ég hafi persónulega ekki farið og leitað álita hjá borgaryfirvöldum hvað þessa tillögu varðar, en varðandi það að flytja skólan að þá það auðvitað eins og ég segi, þá var þetta samtal ekki þannig að skólastjórinn væri tilbúin að hoppa á lestina, en auðvitað verðum við samt að reyna að leggja okkar fram í því að tryggja að Herjólfur verði hér, og ég held að sannarlega eigum við aðstæður sem að þessi starfsemi gæti vel farið saman með. Og varðandi skipakostinn, það vissulega rétt eins og kom fram í máli forseta að það hefur verið mikið talað þrengsli í höfninni, því ver og miður hefur skipum fækkað, aðstæður í sjávarútvegi hafa verið þannig að hér hafi verið skip seld úr sveitarfélaginu, og auðvitað eins og fyrir liggur að þá verður ferjan hér áfram til 2 ára, þannig að það að ferjan geti allavega verið hér næstu 2 árin ætti að vera ágætis vísbending til þess, en þetta auðvitað tillaga sem lögð hér fram og óskandi allavega að hún hljóti hljómgrunn og geti þá allavega haldið áfram í einhvers konar skoðun, þó það væri nú ekki nema það. Takk fyrir. Þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttir fyrir þetta, Njáll Ragnarsson, gjörðu vel. Já, forseti, mér finnst þetta nú bara ákaflega skemmtileg og góð tillaga og svona nokkrar spurningar. Það var nú fínt að fá að vita að það sé búið að hafa samband við skólastjórann og bæjarfulltrúinn Eyþór Harðarson hefur gert það. Og en sko eins og ég skil þetta sem liggur fyrir, að það þá verið tillagan að við skorum þá á þingmenn kjördæmisins og ráðherra að Vestmannaeyjar verði til framtíðar heimahöfn skipsins og þá sé og að þá verði starfsemi skólans færð hingað til Eyja og þau störf sem þar eru, og það verði fært hérna til Eyja og skipið þá til að nota fyrir skólan, ef ég skil þetta rétt, eða ekki svona. Sko afstaða náttúrulega Slysavarnafélagsins náttúrulega mjög mikilvæg, en það kannski eitt sem ég að velta fyrir mér, og það hvort að nú liggur náttúrulega fyrir að Herjólfur 3 náttúrulega varaskip fyrir það skip sem núna nýkomið og hefur ekki ennþá hafið siglingar, en hefur þetta verið tekið upp, þessi hugmynd verið tekin upp við annarkvæmt framkvæmdastjóra í Herjólfi eða stjórn þess félags, eða
eða hafið þið á einhvern hátt óskað eftir afstöðu þeirra þessa ráðstöfun þá á skipinu meðan það liggur hérna bundið við bryggju sem varaskip? Það kannski svona ein pæling inn í þessa annars mjög bara jákvæðu og fínu tillögu. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir. Vilja fleiri taka til máls eða svara þessum hugleiðingum? Það ýmislegt sem þarf að svara. Sigursveinn Þórðarson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég fagna því að meirihlutinn tilbúinn til að skoða þetta. Þetta hefur ekki verið rætt við framkvæmdastjóra Herjólfs og enda kannski þegar þetta er að fara af stað, það er búið að samþykkja að skipið er varaskip fyrir nýja Herjólf næstu 2 ár og stjórnsýslan á Íslandi er nú ekki mjög hröð, þannig að maður er ekki bjartsýnn á að þetta mál myndi nú klárast á 2 árum þótt að allir væru að vilja gerðir til að byrja með. Þannig að þetta er kannski meira til þess að skoða hlutina og setja eitthvað af stað. Við erum stanslaust í varnarbaráttu gagnvart ríkinu varðandi störf og ef ég er kannski að mismuna en ætli síðasta opinbera starf sem kom til Vestmannaeyja hafi ekki verið starfsmaður Fiskistofu fyrir einhverjum árum síðan. Það er líklega svoleiðis, nú er sýslumannsembættið í hættu. Þannig að við þurfum líka að leggja fram einhverjar tillögur þar sem að hægt er að sækja á. Ekki bara vera að verja þessi örfáu störf sem þó eru eftir hérna í Vestmannaeyjum. Ég þakka Sigurðssoni Þórðarssoni fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls? Íris Sófusdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég vil taka undir með bæjarfulltrúa Njáli Ragnarssoni hérna áðan. Mér fannst bara og finnst tillagan góð en ég bara því að eins og bæjarfulltrúi Sigurður Þórðarson kom hérna inn á, það er ekki bara stjórnsýslan sem sé hæg, heldur er hún ekki alltaf vænleg til árangurs ef þú ert allavega ekki með fólki með þér í liði sem er með þér í verkefninu. Þannig að mér finnst þetta algjörlega klárt við að skoða þetta en miðað við þær áætlanir og það litla sem að maður hefur heyrt varðandi sýn þeirra sem halda á skipinu sem er stjórn Herjólfs ohf. Og þá vilja þeir nýta skipið til annarra en þetta og með við það sem að forseti fór yfir hérna áðan þá vitum við að það þarf að gera umtalsverðar breytingar og svona. Þannig auðvitað erum við ekki að tala að skólinn sé að flytja þetta með skipið er undir Herjólfi ohf. Það getur ekki verið að sé verið að leggja það til. Nei. En það má aðeins svona, já. Og það er bara, en þetta er náttúrulega, til þess að ná árangri í svona máli þá þyrftum við náttúrulega að fá skólann með okkur. Og skólinn er náttúrulega ekki stofnun, hann er ekki ríkisstofnun. Hann er félag sem fær framlög frá ríkinu en ríkið setti lög til þess að það þurfa allir að fara inn á skóla ef þeir vera atvinnusjómenn og allt það, við vitum það. Og ríkið náttúrulega getur ekki, eða ég skil það ekki þannig að ríkið geti sagt ég tek af ykkur fjárframlögin, þannig að enginn geti farið í skólan ef þið, hlýðu okkur ekki. Þess vegna er ég að segja að mér fannst svolítið vont að heyra það að skólastjórinn var alveg þessum, að því ef hann væri, með í þessu, það væri verkefni svolítið svona, en auðvitað er þetta að vinna í því. Ég held ekki að ráðherra að einhver fara að stíga inn í það að taka félag eða Landsbjörgu og neyða þau til að flytja skólan til Vestmannaeyja, því þetta er ekki ríkisstofnun. Þetta er ekki svo flutning og Fiskistofu. Þetta er allt annað, þó að þeir fái fjárframlög. Ríkið er með fullt af hlutum á fjárlögum hjá sér sem það er enga stjórn yfir. Þannig en mér finnst, og ég tek undir það, mér finnst þetta góð hugmynd, mér finnst bara flott að koma með þetta, grípa þetta tækifæri, viljum halda þessu skipi en það er eitt. Skipið er, náttúrulega við verum ekki kannski að sigla mikið á því, það er alveg gríðarlega dýrt að reka það og það er dýrt að láta það bara liggja við bryggju og það sést af þessum samningum sem búið er að vera að gera við Herjólf ohf. Varðandi það að það kostar svolítið að halda í honum rafmagni og bara þessu reglulega sem verður að gera bara til þess að skipið og viðhalda honum.
Þannig að, en mér finnst hugmyndin góð og ef að skilningur minn er réttur að við séum að við viljum hafa hann hérna áfram, en ég held að það væri þá alveg til þess vinnandi að Eyþór héldi bara áfram þessu samtali við hann Hilmar skólastjóra hérna Slysavarnaskólans. Ég þekki Hilmar ágætlega, hann gisti hjá mér, ég var að vinna á Hótel Þórshamri alltaf, kom í janúar alltaf hverju ári, hann og Halldór og fleiri með Slysavarnaskólan. Og hérna, ég held að það væri bara flott ef þú heldir áfram þessu samtali, því ég held að þetta verði ekki vænlegt til árangurs ef þeir eru á móti þessu. En hugmyndin er enga síður mjög góð og ég tek undir með Sigursveini, við eigum auðvitað að vera að leita nýjum tækifærum og við erum að gera það, við erum líka að horfa til ákveðna tækifæri á öðrum sviðum sem er að koma fram vonandi í bæjarráði fljótlega. Þannig að Ég tek undir það sem að hér var sagt. Ég held að væri gagnlegt að hugmyndin er að mörgu leyti góð, en það finnst mér fyrir mitt leyti ýmislegt sem mér finnst vanta inn í þetta líka. Þannig að ég hvet Eyþór Harðarson að halda áfram samtali við Hilmar Snorrason og eins og segi, það er við OHF líka og fleira, þannig að ég svona næ ekki alveg utanvendu, þó ég eins og segi, ég styð fjölbreytt atvinnulíf klárlega, þannig að ef það hægt að gera þetta í sátt og samlyndi við alla, þá bara að fagna í því heilshugar, en Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, þetta er eina af þessum hugmyndum sem koma utan af landi, sem er í varnarbaráttunni, gagnvart því að auka fjölbreytni í atvinnulífi. Og þegar þessi hugmynd kom fyrst, eða bara mér fyrst til eyrna, þá vildi ég einmitt bara byrja á því að hringja í skólastjóra skólans og svona heyra hvað honum fyndist svona tillögu. Og hann var bara kurteis og heiðarlegur í því spjalli og var ekkert þversum, hann var bara svona ekki, hann útskýrði bara málið þannig að hann sæi ekki alveg að þetta væri einhver hugmynd sem honum litist sérstaklega vel á. Og maður getur sagt að svona viltustu draumarnir voru að hann myndi kannski segja að þetta er frábær hugmynd, þú veist, en það var bara ekki þannig og ég veit alveg ef ég hringi hann aftur á morgun og segja hvort hann sé búinn að breyta eitthvað skoðun, þá held ég að það komi allt nákvæmlega sömu svörin. En ég held bara líka, þú veist, maður getur alveg ímyndað sér að þetta er ekkert auðvelt að flytja svona á milli staða. Það er fullt af þröskuldum og fólki sem er á móti svona löguðu. En hugmyndin, við getum öll sammála það að hugmyndin er góð og við eigum kannski ekkert endilega þá að vera að finna það sem er að henni. Þeir geta þá bara skoða það, þessi menn sem við skorum á, þingmenn eða samgönguráðuneytið, kanna möguleikana, útskýrt annarkvort sjá þeir tækifæri í því eða þeir sjá að þetta sé alveg ómögulegt og hafna því, en við erum ekki að setja neitt ferli í gang sem að drepa neitt. Já, ég segi það, ég held að sko, maður spyr ekkert, ef einhver svona líst ekkert vel okkur hugmynd, þá hringir maður ekkert eftir 3 viku og spyr hvernig hefur þetta eitthvað breyst. Já, þannig að þetta er bara, maður selur honum ekkert, sko, þetta er hugmynd bara sem að ef þeir sem að sjá fjármagnið vilja, þá geta þeir keyrt á þessar hugmyndir, en ég veit líka að það mun ekkert, það eru alls konar raddir sem myndu mæla á móti þessu, við getum alveg verið vissum það, og það er alls konar öfl sem færi í gang, en það er ekkert að því að við reynum ekki og það kemur þá bara í ljós hvað verður þessar tillögur í kerfinu. Heyrðu, ég held að þetta sé að líðandi lok hjá okkur og já, þá kemur Trausti sem þú sýndi mér áðan að fá að vera fundarstjóri, þannig að ég sannlega alltaf misnota það lítið að vera gefið þér orðið, Sigursveinn Þórðarson. Ég held að ég sé að gangast inn á það að mín afstaða liggur svo ljóst fyrir mér, ýmislegt sem að þurfi kannski aðeins að útfæra betur, en ég hugsa að ég kvitti á þetta
þessa tillögu með því að leiðarljósi að ég hvet bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins eins og kemur fram í tillögun að vinna bara áfram í þessu og sjá hvort að Eyþór hringi hann aftur, hann er svo að lýsa þessu ágætlega. Þannig en Bókunin segir svona hvað við erum að skoða. En Sigursveinn Þórðarson, gjör svo vel. Og bæjarfulltrúar gestir. Það er kannski eitt við, eins og kom fram í máli bæjarstjórans Írisar Róbertsdóttur, þá er þetta skip rándýrt í rekstri. Og það er rándýrt líka að láta það liggja hérna bundið við bryggju. Og ég held að sé alveg ljóst, þetta er orðið það gamalt skip, að þetta verður ekki notað sem varaskip nema þá mestalega í þessu 2 ár. Því þessu skipi verður fundið ný verkefni. Og hér er bara einfaldlega verið að benda á hugmynd nýtt verkefni, að það er að segja, auðvitað hefur Slysavarnaskólinn horft til skipsins, en þá náttúrulega til þess að sigla í Reykjavíkur og geyma það þar. Og við erum einfaldlega að benda á það, væri kannski hægt að slá tværflugur í einu höggi og vera með það í Vestmannaeyjum. Næsta krafa okkar í Vestmannaeyjum hlýtur að vera þá sú að það verði fjárfest í öðru skipi sem verði varaskip fyrir Herjólf 4. Og það er eitthvað sem við verðum að fara bara fljótlega, segi ég, sem bæjarfélag að fara að vinna í. En ég vil gera það kannski bara koma með smá tillögu til Eyþórs hérna. Já, ég er ekki. Að hann bjóði nú bara Hilmari á þjóðatíð til sín og leysi þessi mál þar. Ef að greiða atkvæðum hann, þá ekki til að hljóða afgræð. Ég held að það þurfi ekki að greiða atkvæði þessa tillögu Sigursveins. Það skrifar sennilega á það að við erum klárir. Þetta er bókun. Þetta er ekki tillaga? Þetta er tillaga, er það ekki? Já. Það þarf að greiða atkvæðum hann. Eins og maður segir, hún drepur engan þessi tillaga. Það ætli ég að vona það, ég var að kveikta á þetta. Ekki nema það fólk sem situr á móti. Bara stingu upp á ykkur. Heyrðu, það er áliðið, þetta er hann ágætis fundur. Ég held við klárum þetta þá formlega með því að greiða atkvæði. Við þurfum ekki að tegja lopan lengur. Við styðjum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins til áframhaldandi góðra verka og gott samtals við Hilmar Snorrason. Það eru allir bæjarfulltrúar sammála því að Eyþór Harðarson haldi þessu samtali áfram. Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir fundinn og ég þakka ykkur jafnframt fyrir það traust sem þið sýndu mér hér í upphaf fundarins að kjósa mig áfram sem forseta bæjarstjórnar. Næsti fundur er fimmtudaginn 11. júlí og fundi er þá sennilega bara slitið 21:12 segir klukka mín og það verður ekki deilt um það. Takk fyrir.